Góðan daginn og verið hjartanlega velkomin á málþing Hreyfing 60+. Virkilega gaman að sjá hvað eru margir mættir í salinn og hvað eru margir sem að skráðast á streymi. Ég heiti Margrét Regína Grétarsdóttir og íþróttafræðingur að mennt. Og ég heiti Ásgerður Guðmundsdóttir og ég sjúkraþjálfari og íþróttakennari að mennt. Við erum verkefnastjórar verkefnisins Bjartur lífstíll sem samstarfsverkefni Landssambands eldri borgara og Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands og við erum styrkt af tveimur ráðuneytum, það félags- og vinnumarkaðsráðuneytið og mennta- og barnamálaráðuneytið. Og við erum að taka það að okkur hér að vera fundarstjórar. Já, ég ætla að fara yfir nokkur praktísk atriði fyrir ykkur sem hérna í salnum. Snyrtingin frammi á móti andirinu og þið geta alltaf fengið ykkur kaffi og vatn og veitingar þegar ykkur hendar. Ef það eru eitthvað spurningar varðandi einstök erindi eða til okkar að þá eru blöð og pennar á borðinu okkar og þið getið puntað ykkur hjá okkur og við tökum það saman í lokin. Í dag munum við notast við Slido app sem að við notum svona spurningar sem við spyrjum á milli erinda. Og allt varðandi Slido mun Hildur Guðný fara betur í á eftir. Eitthvað fleira? Varðandi Slido þá slóðin inn á bjartlíf.is þannig að þeir sem eru í streymi geta fundið QR-kóða þar. Annars ætlum við að fara í næsta. Já, við ætlum að segja ykkur bara í stuttu máli bara frá Bjartum lífstíl. Við erum Við Margrét erum hluti af samráðshópi sem samanstendur af miklu fagfólki. Það Birna Sigurðardóttir, hún sérfræðingur frá félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu. Hildur Guðný Ásgeirsdóttir sem hér, hún verkefnastjóri hjá embætti landlæknis með heilsueflandi samfélag. Svo það Arna Steinarsdóttir sem hér líka, hún fagstjóri í sjúkraþjálfunar þjónustu hjá Þróunarmiðstöð íslenskra heilsugæslu, nýtekin við af Auði Ólafsdóttur sjúkraþjálfara. Við viljum vekja athygli á því að við erum búin að vera að virkja sveitarfélögin með okkur og þar sem við erum búin að vera að fá til okkar svokallan ábyrgðaraðila í nær öllum sveitarfélögum landsins, eða samtals 50 sveitarfélögum. Ábyrgðaraðilarnir eru okkar helstu tengiliðir við sveitarfélögin og ábyrgðaraðili þá ýmist félagsmálastjóri, íþrótta- og tómstundarfulltrúi, verkefnastjóri sveitarfélagsins, tengiliður frá heilsueflandi samfélag eða tengiráðgjafi sveitarfélaganna í tengslum við verkefni Gott að eldast. Það svona ýmist. Hlutverk ábyrgðaraðilans að virkja aðra starfsmenn í sveitarfélaginu sem koma að heilsueflingu 60+. Og eitt af því sem ábyrgðaraðilar eru að vinna að núna í langflestum ef ekki öllum sveitarfélögum landsins að safna upplýsingum framboð á hreyfingu og virkni fyrir 60+ og sjá til þess að upplýsingarnar séu birtar á vefsíðu sveitarfélagsins. Í þessum töluðum orðum verið að vinna því að taka á móti linkum frá sveitarfélögum sem eru tilbúin til þess að synka eða samstilla sínar síður við vefsíðuna island.is. Og það sem við eigum öll sameiginlegt hér að við vinnum öll að heilsueflingu eldra fólks á einhvern hátt og það einmitt ástæðan fyrir því að við erum komin hér og samráðshópurinn vann að því að standa fyrir þessu málþingi í dag. En já, við erum bara búin að móta flotta og metnaðarfulla dagskrá og fá til gott fólk sem ætlar að flytja fjölbreytt erindi og þessi erindi ætti eflaust að geta nýst ykkur í ykkar starfi. En þannig við viljum bara byrja dagskrána og fyrst á mælendaskrá Hildur Guðný, verkefnastjóri hjá embætti landlæknis og hún mun fjalla hreyfingu á efri árum. Gjörðu svo vel. Hæ, komið sæl. Hildur Guðný heiti ég og verkefnastjóri hjá embætti landlæknis. Ég meðal annars með eldra fólk eða heilsueflingu á efri árum sem í rauninni svona undirkafli undir heilsueflandi samfélag. Og við ætlum að og ég ætla að fara svona yfir nokkur atriði sem koma að því.
meðal annars sem sagt hvernig styður heilsueflandi samfélag við hreyfingu eldra fólks og fara aðeins í svona út á hvað heilsueflandi samfélag gengur og ekki það þið þekki það eflaust mjög mörg. Við erum 95% íbúa á landinu sem búum í heilsueflandi samfélagi og mörg ykkar vinna á einhvern hátt með það. Þannig ég fer svo sem ekki djúpt í það en bara svona langaði aðeins að fara yfir þetta markmið sem heilsueflandi samfélag sem að vinna markvisst að því að skapa umhverfi og aðstæður sem stuðla að heilbrigðum lifnaðarháttum og heilsu og velíðan allra íbúa og þarna vinstra megin sjáið þið logo heilsueflandi samfélags og hægra megin logo heilsueflandi efri ára eða heilsuefling á efri árum og og ástæðan fyrir því að við tökum þennan hóp sérstaklega bara til að gefa eldra fólki þar svolítið meira vægi. Við erum ekki búið til sér verkefni sem sagt efri árin en erum að gefa þeim aðeins vægi í samfélaginu af því að það eru náttúrulega sérverkefni sem heita eins og þetta heilsueflandi framhaldsskóli, heilsueflandi leikskóli, heilsueflandi vinnustæðir og eldra fólki yfirleitt ekki hluti af heilsueflandi vinnustæði eða leikskóla. Þannig að við erum svona að reyna að gefa þessu aðeins meira rými efri árunum og ég ætla að fara aðeins yfir í gátlistunum hvaða atriði það eru sem að snúa hreyfingu sérstaklega fyrir eldra fólk. Og af hverju bara svona aðeins til að fara yfir, af hverju erum við að leggja sérstaka áherslu, erum við ekki bara öll fullorðið fólk og fólk alls konar, en við vitum það náttúrulega alveg að það verða ákveðnar heilsufarsbreytingar með hækkandi aldri, það verður breyting á sjón og heyrn og viðbragðstíma og jafnvægi, það er meiri aukin áhætta á lífsstílssjúkdómum, jafnvel að fólk sé komið með 2-3 lífsstílssjúkdóma og auðvitað hefur þetta áhrif á líðan og öryggi okkar og færni. Og getur haft áhrif á félagsleg samskipti að við förum að einangra okkur. En að því sögðu þá þetta náttúrulega mjög einstaklingsbundið eins og við vitum hér að 80 ára einstaklingur getur verið við betri heilsu jafnvel en 30 ára eða þegar hann var 30 ára. Þannig og almennt þá vitum við núna að við reynum að hugsa þetta alltaf og hafa það að leiðarljósi að eldra fólk ekki byrði, heldur ótvírætt virði. Það verður ýmislegt sem kemur líka með efri árunum, þroski og meiri þekking og ýmislegt og við vitum það að eldra fólk virkara og hraustara núna en nokkru sinni fyrr. Og við vitum líka að það þessi breyting á aldurssamsetningu sem við eigum von á. Í kringum 2050 þá verður líklega í kringum 20% af þjóðinni eldri en 67 ára, núna það í kringum 12%. Þannig að það heilmikið sem að breytist á næstu árum og þjónusta okkar og hreyfiúrræði verður að þróast í takt við þessa breytingu. Og svona í takt við heilsueflandi samfélag þá ætla ég bara rétt að fara í gegnum regnbogann. Mörg ykkar þekkja kannski hennar regnboga og hugsa, þessi regnbogi einu farin en hann bara svo góður að til að útskýra hvernig við erum að hugsa þetta. Að við erum þarna undir regnboganum og það náttúrulega ýmislegt sem getur haft áhrif á heilsu okkar, aldur og kyn og viðhorf og trú á eigin getu. Svo það lifnaðarháttir og þar erum við að tala hreyfinguna í dag og það hefur heilmikil áhrif bara hvernig félagstengsl og vinátt og fjölskyldu við erum með og hvernig aðstæður okkar eru í okkar lífi en ekki síst hvernig stefna okkar sveitarfélags í það að styðja okkur á efri árum í það að stunda þessa hreyfingu og út á það gengur svolítið heilsueflandi samfélag og út á það þessi gátlistar þróaðir sem að sveitarfélögin fylla svo út og fá hugmyndir hvernig þau geta unnið að því að styðja eldra fólk í því. Og dæmi gátlistana, ætla ég sýna ykkur ef við skoðum fyrst lengst til hægri, þá það eldri borgarar geta nýtt sér græn svæði og aðra aðstöðu utandyra til útivista. Að það til dæmis verið að hvetja sveitarfélag til að hafa efri árin í huga þegar verið að hugsa að byggja og lagfæra og gera göngustíga, að það sé öryggi í fyrirrúmi, að það sé hægt að fara með göngu grindina eða hjólastóla upp, að lýsing sé góð, að hafði bekkir reglulega þannig að þetta hvetji fólki til þess að þora að koma og nýta útivistarsvæðið jafnt sem ungir. Og svo fyrir neðan að heimaþjónustu eru notendur markvisst hvattir til reglulegar hreyfinga og þeir upplýstir hentu á valkosti til hreyfingar og eldri borgurum í sveitarfélagi gefst kostur á fjölbreyttu félagsstarfi við hæfi allan ársins hring og þarna skiptir náttúrulega heilmiklu máli að það sé samtal þarna á milli og Sigga Sigríður Adís fer svolítið meira í þetta og eftir hvernig getum við
auki þessa samvinnu líka og svona og svo að þetta íbúar hafi margvísleg tækifæri til að gefa af sér og mynda tengsl í nærsamfélagi sínu. Þetta er svona nokkur dæmi það sem í gátlistunum sem snúa þessu hreyfingu og félagslegum. Og bara til að fara aðeins í það, svona í upphafi málþingsins, aðeins bara af hverju erum við að hugsa svona mikið hreyfingu og félagstengslin, að þetta náttúrulega vitum við kannski flest öll hér inni vel, en það alltaf gott að rifja þetta upp, hvað undralifin hreyfing gerir svo mikið fyrir okkur, að við vitum að við með reglulegri hreyfingu þá aukum við styrk og samhæfingu, jafnvægi, færni og viðbragðstíma, við sofum betur, gæði svefns verður betur, við getum sofnað fyrr, þolið og mettun, súrefnismettun og úthald verður betri og lungnastarfsemi öll. Við hreyfinguna þá lækkar blóðþrýstingur og blóðsykur og við reglulega hreyfingu og verður hjartaheilsa betri, við fáum betri orku, við auðveldar að takast á við daglegt líf. Svo náttúrulega bara þessi serotónin áhrif sem að verða við hreyfinguna sem hefur áhrif á streitu, einkenni og einkenni þunglyndi og kvíða og en líka athygli og minni og úrvinnsluhraði sem verður betri við reglulega hreyfingu, fyrir utan þá svo beinþéttni og styrkur, sérstaklega á eldri árum mikilvægt og liðleiki. Og þetta náttúrulega eitthvað sem við vitum og rannsóknir hafa sýnt bara áratugi aftur og aftur. Og þess vegna svo mikilvægt að við séum að styðja það með einhverjum öðrum hætti heldur en bara að fræða hreyfingarholl, endilega hreyfið ykkur. Að við þurfum að gera það öll saman á öllum stigum samfélagsins að hjálpa til við það. Svo það félagslegu tengslin, að rannsóknir alltaf að sýna betur og betur hvað þau gífurlega mikilvæg. Að á meðan við erum að vitna í áratuga rannsóknir hjá hreyfingu þá í rauninni þessar rannsóknir alltaf að styrkjast betur og betur og vinstra megin tölur til dæmis frá WHO að einmannaleiki og svona félagsleg isolation, einangrun, já, að það sýnir sig að það bara aukin áhætta á heilabilun og hjarta-æðasjúkdómum og landlæknir Bandaríkjanna tók saman hægra megin margar rannsóknir og sýndi það fram á að skorta þessi félagslegu tengsl og vera einmana, það í rauninni bara jafn hættulegur áhættuþáttur eins og það að reykja 15 sígarettur á dag, að drekka 6 áfenga drykki á dag og svo framvegis. Þannig að þetta við alltaf að sjá betur og betur að þetta rosalega mikilvægur hlutur og við þekkjum það að hlera hvar hreyfingin og félagslega tengslin í hreyfingunni geta þar gefið okkur mikið. Svo það eitt enn í gátlistunum bara til að sýna ykkur eldri borgarar hafa greiðan aðgang að skipulagðri hreyfingu við hæfi og þarna náttúrulega eins og Bjartur lífstíl hefur verið að gera undanfarið ár að hvetja til þess að séu hreyfiúrræði og við fáum að heyra hreyfiúrræði núna á eftir bæði frá Reykjavíkurborg og Akranesi nýtt hreyfiúrræði. Alltaf gaman að heyra svona eitthvað nýtt sem í gangi. Og svo það auðvitað ýmislegt annað sem skiptir máli sem sveitarfélag og við öll getum passað upp á sem að styður það að eldra fólk eigi auðveldara með að stunda sína hreyfingu. Það aðgengið, aðstæða og umhverfið og svo hvatt til þess að sveitarfélagi skoði alltaf reglulega hverjir að mæta og hverjir ekki að mæta, hvernig náum við til þeirra einstaklinga og við munum ræða þetta eins seinna á málþinginu og vinnustofunni. Svo félagsleg einangrun og hreyfiúrræðin sem í boði og einstaklingsmiðuð þjálfun, verið að hugsa þar félagslegan stuðning og tenging við endurhæfingarúrræði og fleira. Og svo þetta þegar fólk ekki að finna hreyfinguna eða nær sér ekki af stað, að hvernig getum við aukið hvatningu og upphafsstigum eða hjálpa fólki eða fá einhvers konar inngrip og þar kemur Arna svolítið inn í hvað heilsugæslan að bjóða. Svo það hvaða hreyfing í boði og þar kemur inn í það sem Ásgerður og Margrét voru að segja, þar sem við samráðshópurinn höfum verið að vinna að og sérstaklega þær sem alveg á fullu með ábyrgðaraðilunum allt land, að safna saman öllum hreyfiúrræðum á landinu. Og ég ætla bara að sýna ykkur aðeins hvernig það lítur út. Þetta sem sagt aðgerð inn í gott að eldast aðgerðaáætluninni það að við séum að auka aðgengi að upplýsingum heilsueflandi starf, hvort heldur almennar upplýsingar eða leiðbeiningar slíkt starf innan sveitafélags eða svæðis og þetta gert í samvinnu við heilsueflandi samfélag meðal annars. Og það lítur þá svona út að þegar við förum inn á island.is þá fer maður inn á að eldast og þar birtist þarna vinstra megin fellistika
Og ef við myndum velja þar Vestfirði til dæmis, þá myndum við geta opnað þar Ísafjörður sem búin að senda okkur link á sína heimasíðu og þar hafa þau tekið saman og þá uppfæra þau það bara reglulega eftir því sem þeirra þjónusta breytist. Þá eru þau búin að taka saman jóga á 50 karla leikfimi á miðvikudögum og svo framvegis. Og þetta til að auðvelda bara að allt sé á sama stað, að sveitarfélagin getur líka borið saman bækur sínar og fengið hugmyndir og svo framvegis. Og líka bara að þegar fólk að flytja milli sveitarfélaga, að það sé auðveldara að leita á einum stað. Þá ætla ég að fara aðeins yfir hve mikið ráðlagt að við hreyfum okkur og við höfum verið að spyrja þessu reglulega. Það voru nýjar ráðleggingar gefnar út, áður fyrir voru töluðu velta hálftíma á dag, en við gáum út hjá embætti landlæknis nýjar ráðleggingar í janúar og ráðleggingar eru þannig að við hreyfum okkur, og það á sama við eldra fólk eins og bara fullorðna, að við hreyfum okkur 150 mínútur á viku og 150 mínútur til 300 og að því marki að þá hugsað að við séum að mæðast og svona reyna vel á okkur og púlsinn og blóðþrýstingur aukist aðeins. Það má líka vera 75 til 150 mínútur, þetta svolítið flókið, að ef við erum að reyna enn meira á okkur, ef við erum að svitna og mæðast mikið, að þá þetta aðeins minna, en við reynum svona að hafa skilaboðin svolítið skýrara og minnum bara á þessar 150 mínútur sem eru aðalatriðin. Og það þessi græni kassi sem við viljum reyna að ná í hverri viku, 150 til 300 mínútur. Svo önnur ráðlegging sem bara sérstaklega lögð áhersla á kyrrsetan, að við reynum að minnka kyrrseta eins og við mögulega getum, sem minnum á við skulum standa upp eftir hvert erindi þegar við klöppum. Við verðum að gera þetta svolítið mikið, þannig þá erum við alltaf reglulega að standa upp. Eða ekki? Sniðugt. Að því að rannsóknir sýna það alltaf meira og meira, hvað kyrrsetan ein og sér mikill áhættuþáttur lífsstílssjúkdóma, þannig að það sérstök áhersla lögð á það. Svo líka fyrir eldra fólkið sérráðlegging það að ná 2 til 3 í viku einhvers konar styrktarþjálfun sem að felur í sér einhvers konar samhæfingu og jafnvægisæfingar og liðleikaæfingar. Og eins og þið kannski hugsið þeir sem eru með hreyfiúrræði, þetta þýðir að ef einstaklingur að koma 3 í viku í 50 mínútna tíma, þá erum við bara í góðum málum. Þá hann akkurat að ná þessu, af því að yfirleitt eru væntanlega öll hreyfiúrræði að vinna með samhæfingu, jafnvægi, liðleika og fleira. Þannig að þetta eru svona ráðleggingarnar. Þá ætla ég að fara aðeins í hver staðan, af því að við tökum alltaf mánaðarlega könnun yfir allt landið, hvernig staðan á bara öllum landsmunum, hvernig áfengisdrykkju, ávaxta, neyslu og svo hreyfingu. Og ég ætla aðeins og þið getið fundið þetta allt ef þið viljið nördast og upplýsa eitthvað svolítið bara hvernig staðan. Þá sem sagt lýðheilsuvaktin. Þar getur maður valið bara í flipanum hann til vinstri allt sem kemur að bara heilsu okkar, en við ætlum að skoða sérstaklega hreyfing samkvæmt ráðleggingum. Sem sagt, hvað mikið af hver stór hluti Íslendinga að ná þessum ráðleggingum sem við mælum með að lágmarki 150 mínútum á viku. Og það eru í kringum 70% sem ná þessu lágmarki. Og eldra fólkið sem hérna neðst, 67 ára eldri, bara að ná þessu jafn mikið eins og allir aðrir aldurshópar. Örlítið lægra, en bara í nokkuð góðum málum. Og ef við skoðum eftir heilbrigðisumdæmi, þá höfuðborgarsvæðið þarna aðeins hærri prósenta og lægst einhverra hluta vegna á Vesturlandi og Vestfjörðum. Veit nú ekki af hverju það ég veit ekki hvort það einhver hér sem getur svarað því, eða hvort þeir eru bara svona hóværir, veit það ekki. En þetta eru tölurnar fyrir það, og ef við skoðum munin á körlum og konum, hér bara fyrir eldra fólkið erum við að skoða. Það engin munur á körlum og konum, en við sjáum aðeins mun eftir því að þeir sem eiga mjög erfitt með að ná endum saman fjárhagslega, að þar lægri, þar að koma nær 50% sem nær þýr. Sem mjög áhugavert og bara gott fyrir okkur að pæla í, hér í dag sem og áfram. Svo bara að því að við erum að tala félagstengsl og einmanaleika hérna með Svava, Knútur og Líneik í dag líka, að það gott að fara aðeins yfir tölurnar líka hjá okkur þar. Einmanaleiki, hlutfall fullorðinna sem finnur oft eða mjög oft fyrir einmanaleika, að þar eru eldra fólkið okkar 6% sem segjast vera einmana versus 18% yngra fólks. Þannig að það töluvert lægri prósenta þar. Náttúrulega kemur kannski eitthvað inn í þarna kynslóðamunur og hvernig við svörum og svo framvegis, en það mjög ánægjulegt að sjá þessar tölur.
Sama á við andlega heilsu þarna hægra megin, að hlutfall fullorðinna sem metur andlega heilsu sína sæmilega eða lélega, það er bara 22% eldra fólk sem að svarar því þannig versus sko tæp 50% í aldurshópnum 18 til 34 ára. Og þetta er náttúrulega bara út að fara sig efni í annað málþing og eru nóg af þeim málþingum líka líðan þessa yngsta eða þessa aldurshóp 18 til 34 ára. En við ætlum ekki að hugsa það í dag, við ætlum að hugsa eldra fólkið. Svo það hamingjan, hlutfall fullorðinna sem metur hamingju sína að minnsta 8 á skalanum 0 til 10, að þar aftur eldra fólkið bara hæst í flokki. Þetta mjög bara jákvæðar og flottar niðurstöður. Einhverjir hér inni eru kannski endurhæfingarúrræði eða heilsugæslu eða heimaþjónustu sem að hugsa núna, þetta bara alls ekki upplifun mín að mínu fólki. En það erum við að tala 67 ára eldri og það svolítið mikill munur, kannski 67 ára og 85 ára sem eru heima og jafnvel konum með marga sjúkdóma. Þannig að við tókum aðeins saman hvað fólk þetta sem að svara okkar spurningalistum og það vissulega lægri þáttaka fyrir 80 ára eldri. Og ef við skoðum, það eru fleiri sem eiga erfiðleika með gang í eldsta hópnum, versus yngsta hópurinn, sem eðlilegt En ef við skoðum og spyrjum áttu erfitt með að taka þátt í frístundum utan heimilis, þá fólk ekki að svara, þessir svarendur sem svara okkar spurningum, eiga greinilega ekki erfitt með að taka þátt í frístundum utan heimilis. Þannig að það spurning með hina einstaklingana sem ekki að svara, sem við erum ekki að ná til í frístundur utan heimilis, að hvernig líður þeim og hvernig náum við til þeirra. Og þetta eitthvað sem við ræðum kannski bara áfram aðeins í dag. En þá ætlum við að prófa Slido. Við erum enginn okkar hefur prófað Slido áður, en okkur fannst það rosalega góð hugmynd samt að reyna að prófa það, því það svo gaman að fá alla virka með. Og þið eru með QR-kóða og heima getið þið prófa líka annarkvort QR-kóðan inn á Bjartlíf eða fara á slido.com og stimplað inn 417 89 29 417 89 29 og við byrjum á fyrstu spurningu sem ætti að poppa upp hjá ykkur núna ef við höfum gert allt rétt að hvað eru mörg hreyfiúrræði fyrir 60+ í þínu sveitarfélagi? Og það að detta inn svör. Er þið búin að svara? Já. Flott, þetta bara áhugavert. Það bara mikið 7+, eitthvað 3 til 6. Eitthvað, ég veit það ekki, sem líka eðlilegt, það kannski erfitt að telja þetta og sumum, og það náttúrulega með mismörgum sveitarfélögum sem bæði að hlusta og eru hér, væntanlega. En það gott svona aðeins að velta þessu fyrir sér, hversu mörg eru hreyfiúrræði í okkar sveitarfélagi og nóg eða mikill skortur á. Næsta spurning sem við erum aðeins að velta fyrir okkur eru upplýsingar hreyfiúrræði 60+ aðgengilegar á vef sveitarfélagsins og linkur kominn inn á island.is. Sum kannski bara hafa aldrei heyrt þetta og að heyra þetta fyrst núna. Aðrir eru að taka þátt í þessu, þeir eru jafnvel ábyrgðaraðilar. En bara gaman að sjá aðeins hvernig staðan er. Það ekkert, munið hvað eru marg komin hjá okkur? 14. En það slattið eftir. En þetta allt í vinnslu, eins og við sjáum á svörunum. Já, og það í vinnslu. Glæsilegt. Svo það, ég rosa ánægð með hvað þetta virkar vel. Finnst ykkur ekki gaman að taka svona Slido inn á milli? Svo það hvað tel ég vera stærsta hindrun þess að fólk mæti í þjálfun? Og þetta náttúrulega bara opin, já, þarna einhver að setja kóðan. Þarna bara megið svara hverju sem og helst bara sem mest. Bara hvað sem það þú veist, aðgengi fjárhagserfiðleikar eða hvað, nú ætla ég ekki að koma með fleiri dæmi, en hvað sem ykkur dettur í hug og bara áhugavert að sjá hvað kemur upp. Kostnaður.
veðurfar, vantar upplýsingar, við erum að vinna í því, erfitt að vinna í veðurfarinu, en það hægt að vinna kannski meira í aðgengi sem ég sé líka þarna, hausinn, akkurat, mótivering, veit ekki hvað í boði, þannig að það kannski að það vantir svolítið upplýsingar, mjög gaman, nokkri sem segja veit ekki hvað í boði. Einangrun, erfitt að ná körlum inn, það mjög áhugavert líka, kannski eitthvað sem við getum rætt einmitt á eftir í vinnustofunni. Þau setja þetta ekki í forgang, alveg rétt, tímaleysi hef ég stundum tekið eftir, sem er náttúrulega bara aftur hausinn og kannski mótivering, en kannski líka öryggi sem vantar. Framtaksleysi, góðar upplýsingar, skortur á gæðaþjálfun. Við vorum nefnilega fyrst með krossaspurningar og þá vorum við akkurat líka með skortur á gæðaþjálfun og kannski mannafla. Ég veit ekki hvort það er eitthvað sem þið upplifið, þyrftu að vera fleiri á hvern einstaklinga því að oft er þetta náttúrulega svo mikið einstaklingsmiðuð þjálfun. En aðgengi, kostnaður, áhugaleysi og feimni, þetta er mjög skemmtilegt að það sé svona stærst. Eða skemmtilegt, bara gaman að sjá. Heyrðu, þá er þetta komið hjá mér. Ég segi bara takk fyrir og það er ykkur að standi. Já, við þakkum Hildegunni innilega vel fyrir. Þið stóðuð upp og teygðuð á og úr ykkur og sem er mjög gott og við ætlum að gera þetta á milli atriða. Nú, næst á mælendaskrá er Sigríður Arndís Jóhannsdóttir, verkefnastjóri Lýðheilsu, forvarna- og samfélagshúsa, Helga Ösp Jóhannsdóttir og Drífa Baldursdóttir, verkefnastjórar samfélagshúsa hjá Reykjavíkurborg. Þær ætla að fjalla okkar heilsueflandi samfélag, Vesturbær, Hlíðar og miðborg. Gjörið svo vel. Já. Ok, geggjað, ég fæ þeir þá. Sko, veit ég hvort þetta er réttu vinnustæður. Vesturbær, Hlíðar og miðborg. Þetta er bara engin hljóð. Maður segir alltaf Vesturbær, miðborg og Hlíðar. Já, hún En ég heiti Sigríður Arndís og er verkefnastjóri hérna. Og við erum hérna þrjár. Og Helga Ösp, verkefnastjóri samfélagshúsinu á Aflagranda. Og Drífa Baldursdóttir, verkefnastjóri í samfélagshúsinu á Vitatorgi. Og okkur langar að segja ykkur aðeins frá okkar heilsueflandi samfélagi í Vesturbær, miðborgum og Hlíðum. Áður en að ég fer lengra að þá langar mig að segja að við erum hluti af þjónustu Vesturmiðstöð er hluti af velferðarsviði Reykjavíkurborgar. Þannig að við störfum inn í velferðarsviði borgarinnar. Oft á tíðum það einhverjir þessi hreyfingar kannski undir einhverju öðru sviði í öðrum sveitarfélögum, en þess vegna erum við með velferðarhattinn á okkur þegar við erum að ræða þetta hérna hjá okkur í dag. En okkur heyrist ekki í mér, því ég á svo erfitt með að standa kjur og halda mér í borð, en ég reyni. En okkur fannst mjög mikilvægt að við myndum aðeins rifja upp þessi hugtök og þessar skilgreiningar, en þetta er akkurat það sem við vinnum í lýðheilsustefninu okkar, þar sem við leggjum áherslu á heilbrigði og virkni, getan til að aðlagast á stjórnarferðinni þegar við mætum líkamlegum, andlegum og félagslegum áskorunum í lífinu. Við vinnum með jöfnuðinn, þar sem við erum að jafna tækifæri og að allir hafa aðgengi að því starfi sem við erum að bjóða upp á. Að það sé veljan að ná takast á áskoruna daglegs lífs á uppbyggilegan hátt og vera virkur þátttakandi í samfélaginu okkar. Síðan er þetta fallega orð félagsauður að það er verðmæti þeirra félagslegu tenginga sem fólk myndar í ýmsum hópum, svo sem fjölskyldum, vinahópum, og það sem við erum að vinna með er þetta nærumhverfið okkar. Ég stundum köllir Sigga feimleira veljan, en það er bara því að mér finnst þetta er leið sem er svo áhrifamikil og þetta er svo vel rannsakað, en þeir sem ekki þekki feimleira veljan, að þá eru þessi 5 þættir sem að ef við tilengum okkur þessa 5 þætti í lífinu, að þá eykur það veljan. Þess vegna höfum við haft feimleira veljan að svona leiðarljósi hjá okkur.
Og við fengum hérna listamann til að gera þetta fallega tré fyrir okkur, hérna Vesturbæ Miðborgarhlíðum, til þess að minna okkur á það að fólkið í samfélaginu okkar, ef við ætlum að biðja þau að þessa þætti, að þau geta stunda þessa þætti, þá við sem embættismenn eða við sem starfsmenn sveitarfélagsins, við þurfum að passa að ræturnar séu til staðar í hverju samfélagi fyrir sig. Og þarna nefnum við mitt lífsskilyrðin, við tölum orðið samfélagshúsið þegar það hús sem að hún Drífa ætlar aðeins að kynna fyrir okkur hérna á eftir. Við tölum virknina, jöfnuðinn, að við séum með þjónustuna í nærumhverfi og síðan eins og Hildur var að tala að við minnum okkur á því að það þurfa að vera græn svæði til þess að fólki okkar geti farið út. Okkar virkni að við vinnum með þetta út frá þáttöku, út frá áhugasvið. Við erum að reyna að bjóða upp á fjölbreytileikann þannig að þú hafir valið, að þú veljir ekki út frá því að það hendi tímalega séð eða hendi staðsetningarlega séð, heldur það að ég hafi áhuga og svo hafi áhuga á að taka þátt í þessu. Fjölbreytileiki, við verðum að hafa fjölbreytileika, við megum ekki staðna í þessu, vera í takti við samfélagið, að vera að lesa í hvað í boði í hverju sinni í samfélaginu og grípa það inn og færa það inn í nærumhverfið okkar og síðan virknina sem í samfélaginu okkar. Og ég held að hún Drífa ætla að taka hérna við og segja ykkur aðeins frá samfélagshúsunum okkar. Já, ég ætla að segja ykkur aðeins frá samfélagshúsunum og við sem sagt erum með eitt samfélagshús í hverju, við erum sem sagt samin á hverfi en sem sagt í hverju hluta hverfisins. Þetta eru 3 hús. Og samfélagshúsið svona eins og hjarta í hverfinu, að það öllum opið og það öll ávallt velkomin, alveg óháð aldri, uppruna, kyni, búsetu, fjárhagslegri eða félagslegri stöðu og líkamlegri eða andlegri getu. Þangað eru alltaf öll velkomin og öll jöfn. Og tilgangur starfseminnar að stuðla bættri lýðheilsu með heilsueflingu og forvörnum sem snýr að því að bæta andlega, félagslega og líkamlega heilsu fólks. Að stuðla að virkni og vellíðan. Og markmiðið að efla félagsauð og að tengja fólk saman. Og hér tengjum við fólk saman út frá áhugasviði og í samfélagshúsinu þá skapa stýrmætt samfélag. Og tilfinningin að tilheyra hópi, eiga sér hlutverk og gefa af sér og vera virkur í samfélaginu. Og fólk kemur í samfélagshúsið bara á eigin forsendum og tekur þátt eins og það kýs. Hvernig íti á næsta hérna? Bara eftir. Sko. Herði, já, það opið hús sem þú veist þú getur alltaf leitað í. Og það boðið upp á fjölbreytt starf og þægilega samveru í hlýju umhverfi. Og það alltaf öll velkomin í húsið að taka þátt í starfinu og líka bara þú veist að kíkja í kaffisopa. Og við bjóðum alltaf upp á morgunkaffi, hádegisverð og síðdegiskaffi og það eitt á sér að koma í hús og fá sér að borða að það getur verið bara gríðarlega mikilvæg heilsuefling. Bara hafa sér til heima að taka göngutúrinn og borða í félagsskap með öðru fólki. Og mjög bara, já, mikilvægt fyrir rútínuna. Og það alveg gríðarlega fjölbreytt dagskrá í öllum húsunum, bæði föst dagskrá og breytileg. Eftir bara svona hvað samfélagið kallar á hverju sinni. Og við erum til dæmis með mjög fjölbreytt handverksnámskeið, fræðslu og fróðleik, spil og afþreyingu. Þetta koma í skák og mínigólf og púl og pílu og fara á göngubrettið og æfingahjólið. Og svo erum við fjölbreytt tónlistarstarf og skemmtanir, ýmsa viðburði og ferðir inn á bæjar og utan. Og það í raun bara alltaf eitthvað skemmtilegt að vera og þú getur bara komið og tekið þátt í því sem heillar þig hverju sinni. Og það gríðarlega mikil áhersla á hreyfingu í húsunum hjá okkur og mikil fjölbreytt hreyfing í boði alla daga. Og markmið alltaf að reyna að mæta ólíkum hópum og bjóða upp á hreyfingu sem hentar öllum. Og við erum meðal annars að bjóða upp á styrktaþjálfun og stólaleikfimi, dans, boccia, léttar æfingar og teygjur og slökun og eins höfum við verið að bjóða upp á byltuvarnir og markvissa jafnvægisæfingar. Og við erum að bjóða upp á þessa hreyfingu líka í nærumhverfi, þannig að það gott aðgengi fyrir þá íbúa hverfisins sem að búa nálægt eða geta tekið bíl til okkar. Og þessi hreyfingin í húsunum, hún hentar sérstaklega vel fyrir fólk sem með skerta hreyfigetu. En svo ætlar Helga að segja okkur aðeins betur og eftir frá því sem við bjóðum upp á íþróttahúsunum.
og svo eru hérna fjölskylduvænir viðburðir hjá okkur, og við sjá, og samfélagshúsin eru nefnilega, þau eru opið fólki á öllum aldri og umhverfið okkar lýsir því. Svo sést hérna á myndina að vera að vefa svona stórt veflistaverk og fólk á öllum aldri er alltaf velkomin í allt starfi til okkar, en einnig eru haldnir sérstakir viðburðir svona þar sem við reynum að höfða til fólks á öllum aldri. Og meðal þessara viðburða þá eru svona fjölskyldudagur og sumarhátíð með markaði og bingo, og svo höfum við verið með alls konar smiðjur og matreiðslunámskeið, og núna aðventinu þá eru meðal annars jólaball og jólakransagerð og jólafondur, og þetta er svona markmið að reyna að stuðla blöndun kynslóða og koma til okkar barnafjölskyldur á hverfinu og einnig fólk sem kemur til okkar dagsdaglega, að það getur síðan svona boðið fjölskyldunni sinni með sér í að koma að taka þátt í samfélagshúsinu sínu, sem er þá líka svona valdeflandi fyrir þau. Ef ekki að taka spurningar bara hægt. En býta, Já, hvar húsin eru? Við getum gert það líka bara á eftir til að, já. já. Við erum með, sem sagt, í hverfinu bæði í Vesturbænum og í miðborginni, eða Hlíðunum, er Kraftur í KR og Vítamín í Val, sem er samstarfsverkefni samfélagshúsana og íþróttafélagana, og við hefum mjög gott samstarf við bæði þessi félög og erum með menntaða þjálfara sem eru íþróttafræðingar á sitt hvorum staðnum og brenna þau bæði fyrir styrktarþjálfun eldra fólks. Og æfingarnar eru mjög fjölbreyttar og unnið meðal annars með samhæfingu, þol og jafnvægi. Og Kraftur í KR er 3 í viku, 2 daga eru tímarnir inni og svo er gönguhópur 1 sinni í viku, og í Valsheimilinu þá er tími 1 sinni í viku þar, og þar er alltaf að fjölga iðkendum sem er mjög ánægjulegt, og þetta verkefni, sem sagt, styrktarþjálfunin hefur vaxið gríðarlega síðustu ár. Tilheyra íþróttafélaginu, að vera þátttakandi í Krafti í KR og Vítamín í Val gefur fólki tækifæri að tilheyra íþróttafélagi sem svo getur leitt til sjálfboðastarfs innan íþróttahreyfingarinnar. Það skiptir máli að vera þátttakandi í samfélaginu og gefa af sér. Markmið verkefnisins eru heilsutengdar forvarnir og bæta með því heilsu og lífsgæði einstaklingsins. Það gerum við með ýmiss konar fræðslu sem snýr að betri lífsstíl, til dæmis næringu, vítamín, svefnráðgjöf og nú síðast að kynning á skófatnaði sem hentar eldra fólki vel til æfinga. Einnig hafa verið farnar ferðir bæði að voru á hausti, til dæmis á Laugavatn þar sem er farið í miskrefandi gönguferðir og borða saman, og þetta gefur hópnum mikið enda frábært hópefli að fara svona, og það er mjög góð mæting í þessar ferðir hjá okkur. Og ávinningurinn að taka þátt, þetta er félagsleg þáttaka og félagslega þáttinu stór hluti af þjálfuninni, og því hvetjum við alla til að koma og taka þátt þar sem hver og einn gerir eins og hann getur. Eftir tíman sest fólk svo niður og fær sér kaffi og spjallar saman. Sumir enda æfingunni í sundi eða fara út að borða kaffihúsum í hverfinu, og það er því mikilvægt að geta boðið upp á þetta í nær umhverfi fólks. Það auðveldaði að koma og hitta aðra. Og tilheyra hópi er mikilvægt fyrir andlega heilsu, og þarna gefst fólki tækifæri til að tilheyra án þess að krafa sig gerð til þeirra. Hópurinn er með fjölbreyttur og getustigið er mismikið, allt frá hressu og fitt fólki til fólks með hreyfihömlun eða félagslega einangrað, og þarna eru allir velkomnir og vel tekið á móti nýjum félögum. Það getur tekið ákomið sér á fætur og út í félagslega virkni. Að mæta í Krafti í KR eða Vítamín í Val er frábær vettvangur til að koma sér af stað í virkni, og við tökum þau út fyrir boxi og leggjum mikla áherslu á að finna gleðina í hreyfingunni. Það er sjáanlega munur á flest öllum sem hafa verið að mæta markvisst í þjálfun. Þau eru öruggari með sig, glaðari og meira fitt, sem gefur svo jákvæðari sjálfsmynd. Þau finna mikinn mun á sér og finnst þau sterk og dugleg. Sístækkandi hópur og standardinn hækkar samhliða því. Samanber hópur fólks tók þátt í Reykjavíkurmaraþoninu sumar. Bæði fóru 3 km og 10 km.
sem var ótrúlega flott afrek. Hérna eru þau, geggjaður hópur og markhópurinn aðalega eldra fólk í hverfinu en þetta opið öllum, óháð búsetu, uppruna, kyni eða aldri. Æfingarnar eru sérstaklega miðaðar út frá þörfum eldra fólks til að styrkja þau og efla. Það getur skipt sköpum að vera í líkamlega góðu ásigkomulagi til lengri tíma litið. Það aldrei of seint að byrja, styrkja sig. Þar sem grunnurinn góður í verkefnunum getum við farið að styðja betur við fólk sem þarf aukinn stuðning með það markmið að rjúfa félagslega einangrun og tengja einstaklingin betur inn í samfélagið. Já, einmitt. Og þar sem þið heyrið að þá gríðarlega mikið að vera og grunnurinn af þjónustu sem við erum að veita þessu markhópi orðinn ansi sterkur, bæði út frá félagslegri virkni og einnig svona hreyfingu. Og þá svo auðvelt fyrir okkur að fara í aukið samstarf til að ná til annars hóps sem þarf aukinn stuðning hjá okkur eða aukinn stuðning til þess að mæta í úrræðin og þá höfum við verið að efla þetta samstarf. Við höfum verið að efla samstarfi við félagsráðgjafana sem sinnum þessi markhópi. Við erum í samstarfi við teymistjóra, heimahjúkrun, heimastuðning og endurhæfingateymi. Og þetta þeir aðilar og þau teymi sem innan hús hjá okkur í Vesturmiðstöð sem með aðkoma að þessum markhóp. Það svona nýjasta skrefið hjá okkur núna að kalla þennan hóp saman, alla þeir sem að leiða eða stýra starfi sem kemur þar sem snertingar við eldra fólki í okkar hverfi. Við fengum hana Hildi til að koma og hitta hópinn til þess að nýta lýðheilsuvísun okkar af því við erum að vinna eftir lýðheilsuvísunum okkar og við erum að gera þessa gátlista þar sem hún Hildi var að sýna okkur áfram. Það við sem erum að merkja inn í hver staðan í hverju hverfi fyrir sig. Og þetta svona upplýsingar sem okkur hefur fundist að við vantað að fá að því svona að við værum að lyfta svo svolítið upp og svo sýna þeim fagfólki sem að starfa inn í þessu starfi að þau sæju, þetta staðan á þessum hóp í okkar hverfi. Og það svo gaman líka, veit ég hvað ég getur sagt það, en að við kynntum líka niðurstöðuna á REI, ég ætla að vona að ég fari rétt með, matskvörðunum, þar sem að heimahjúkurinn að meta hvern og einn einstakling þegar þeir komin í þjónustu. Og það var svo mikið samræmi á milli þess sem kemur fram í REI-kvörðunum, matskvörðunum, nú ég alveg að vanda mig að því þetta ekki mitt, þetta ekki rétt, það ekki matskvarðar, já, og lýðheilsuvísunum, að þetta samspilað á milli og við þurfum að nota þessi gögn miklu meira til þess að finna út hvað það sem við eigum að vera að gera fyrir hópinn. Við köllum eftir hugmyndir frá öllum, við köllum og þá ég að tala nú ég bara að tala fagteymin. Við lögðum saman, það hérna svona mikill einmannleiki hérna hjá okkur í okkar hverfi, hjá þessum aldurshópi. Hvað höfum við fram að færa til þess að mæta hópnum? Við þurfum að hafa upplýsingar aðgengilegri, að við séum upplýsingar á einum stað úr öllum kerfunum. Þið sjáu þess og hérna ef ég get farið tilbaka, að þið sjáu hvernig mörg teymi og við vitum að það svona kannski ekki nægilega mikið flæði þarna á milli þessa og síðan fyrir utan heilsugæsluna. Við erum með Facebook-síðu, ef við höfum tíma þá ætla ég að skrolla þessi yfir þá eftir, það sem heitir Heilsueflandi samfélag Vesturmiðstöð. Það gott samstarf á milli allra og það þarf að vera gott samstarf og þá erum við að tala að við þurfum að horfa á faglega sýn hvers og eins hóps og taka tillit til þess og við þurfum að mæta það bara að það séu allir að geta komið með sínar upplýsingar og hugmyndir á framfæri. Við þurfum að leggja mikla áherslu á það að það sé alltaf móttaka þegar einstaklingur hvattur til þess að taka þá til dæmis hjá Helgi í Krafti KR að Helga vita af því og geti tekið vel á móti eða Linda geti komið og vel á móti þannig að einstaklingur sem að taka þessi skref fái þessa góðu móttöku. Við þurfum að vera meðvituð að einstaklingur sem sé að taka þátt. Það þýðir ekki bara að ég komi og segi, heyrðu,
nú skaltu drífa þig og mæta í krafti KR. Við þurfum að hvetja aðeins meira til þess og að við séum meðvituð það með því að fylgja því eftir næst því ég hitta einstaklingin að ég veiti því athygli og ég spyrji hvernig gekk og hvað það ef það eitthvað sem hefur verið einhver hindrun, hvernig getum við leyst úr þeim hindrunum. Og þetta svolítið það sem við höfum verið að pakka inn og viljum bæta við í okkar þjónustu. Það ekki? Höfum við tíma í skrolla? Hef ég tíma? Já. Ok. Vilt þú setja það upp fyrir mig? En ég fæ alltaf núna sáu þið glærunar okkar. Myndirnar á glærunum okkar. Þetta myndir sem við vorum að vinna með átakið 5 leiðir að velja. Og þetta myndir sem við fengum hana listakonu Hlífunni til þess að gera fyrir okkur og vorum með þetta sýnilegt í svona hvatning inn í samfélagi fyrir alla íbúin inn í samfélaginu. En mér langar þú skrolla niður? Já. Vildu bara sýna, hérna á þessari síðu tókum við saman allt það sem í boði af því að Reykjavíkurborg ekki komið með svona síðu sem allt á einum stað. Bara skrolla niður að við sjáum fjölbreytileikann og þeirri virkni sem í gangi hjá okkur. Hérna með markaðir, bara skroll. Hérna það eru foreldrafundir, það eru fatamarkaðir, fræðsla. Allt þetta sem við erum að gera á einum stað og það svo gaman að sjá þegar maður fer inn á svona Facebook síðu og tekur allar upplýsingar og setur á einn og sama staðinn hvað það mikill fjölbreytileiki. Við bara hvetjum ykkur til þess að kíkja á síðuna. Annars þökkum við bara kærlega fyrir að fá að vera með ykkur inn í dag og bara hlakka til að fara og vinna áfram með þetta. Er það ekki? Jú. Takk Herðu, já, við þakkum Sigríði Arndísi, Helgu Ösp og Drífu innilega fyrir þetta erindi. Minnum á að kíkja á vefsíðuna. Þið með endilega standa upp og teygja úr ykkur. Við ætlum að halda okkur við þá reglu núna eftir hvert erindi til að koma í veg fyrir þessa kyrrsetu. Næsta mælendaskrá Emilía Halldórsdóttir, verkefnisstjóri IA og hún ætlar að fjalla nýtt hreyfiúrræði á Akranesi sem hefur fengið heitið Sprækir Skagamenn. Þannig að gjörðu svo vel. Úps. Já. Sko, hvað þessi tala? Þessi hérna. Þessi hérna? Þessi. Sko. Kemur ekkert. Já, einmitt. Skulum bara halda okkur þessa þá. Nóa tölvu. Höldum okkur bara við þessa þá. Svona. Höldum okkur þessa. Svona. Þú flettir bara þessari. Já. Hvað þetta? Hérna. Smá svona tækni æði. Glæsilegt. Takk fyrir kærlega. Komið sæl öll sömul. Emilía Halldórsdóttir heiti ég og verkefnastjóri hjá Íþróttabandalagi Akranes eða IA eins og við köllum okkur öllu jafna. Ég hérna til að segja ykkur aðeins frá verkefninu okkar Sprækir Skagamenn en það hérna verkefni sem miðar einmitt að heilsueflingu 60 ára og eldri á Akranesi og við erum bara svona tiltölulega nýfarin af stað eða í byrjun október þannig að þetta hefur verið bara 1,5 mánuður. Svo ég ætla svona aðeins bara að stikla á stóru hvernig við byrjuðum og hvernig gengur en þetta hefur verið rosalega skemmtilegt hingað til. En svo við byrjum nú á byrjuninni þá var fyrst farið að ræða heilsueflingu 60 ára og eldri inn á fundi heilsueflandi samfélags á Akranesi og úr varð að Akraneskaupstaður vildi koma slíkri starfsemi af stað.
Í stuttu máli var það svo að samstarfsverkefni milli kaupstaðarins og IA og núna þá sér IA alfarið skipulag starfseminnar og utanumhaldið með góðum stuðning og styrk frá Akraneskaupstað. Og það alveg vert að segja frá því að Akraneskaupstaður hefur Íþróttabandalagið ávallt með í samtalinu þegar kemur að uppbyggingu á hreyfiúrræði í bænum. Og það alltaf mjög skemmtilegt og hefur tekist vel til og bara dýrmætt samstarf. En þegar við fórum af stað í að skipuleggja starfsemina þá var ýmislegt sem kom upp á borðið og í mörg horn að líta. Og það var kannski helst hvað nú þegar í boði, hverju þörf á að bæta við, jafnvel engin þörf á að bæta neinu við. Á Akranesi öflugt starf hjá félagi eldri borgara og ásamt því eru einnig einkaaðilar sem eru að bjóða upp á æfingar fyrir þennan aldurshóp. En vitandi að einmitt svipum úrræðum sem eru í gangi á landsvísu sem að taka kannski meira heildrænt á þessari heilsueflingu og þeim áhuga og þörf á þeim verkefnum, þá höfðum við nú grun að það gæti verið einhver áhugi til staðar. Og það auðvitað bara frábært og mjög gaman að fylgjast með allri starfseminni sem í gangi út allt land og það hefur verið svolítill innblástur fyrir okkur að uppbygginguna á okkar starfi líka. Við horfum og horfum frá upphafi á þetta sem viðbót við þá þjónustu sem nú þegar í gangi á Akranesi. Þannig að allir í þessu, eða flestir innan þessa aldurshóps geti fundið eitthvað við sitt hæfi. Það nú þannig að það kannski ekki eitthvað eitt sem að hentar öllum, en það rosalega dýrmætt að geta fundið sig í einhverju úrræði eða jafnvel verið í fleiri en einu á sama tíma. Önnur stór spurning sem kom upp var einmitt hvernig náum við til hópsins og látum við vita af þessu nýja verkefni hjá okkur. Við ákváðum að halda kynningarfund þar sem að við kynntum verkefnið, gáum færi á spurningum og gátum einnig boðið upp á að aðstoða fólk við skráningu ef það vildi. Kynningarfundurinn var svo auglýstur á samfélagsmiðlum og við fengum einnig að hengja upp plaggöt með auglýsingu inni í því húsnæði þar sem að félagsstarf eldri borgara fer fram. Samfélagsmiðlar geta auðvitað verið mjög áhrifarík leið fyrir markaðssetningu upp að vissu marki, en við vitum kannski þó að þetta ekki sá markhópur sem kannski auðveldast að ná til í gegnum samfélagsmiðla. Svo að við fengum einnig strax í kjölfarið á kynningarfundinum að fara líka inn í starf eldri borgara og hitta fólki þar. Þannig að við vorum með smá kynningarfund þar líka fyrir þá sem höfðu áhuga og gátum einmitt svara spurningum frá þeim og hjálpa við skráningu og ég tel að það hafi verið svolítið dýrmætur snertiflötur fyrir okkur á þessum hóp, sérstaklega hjá þeim sem kannski ekki mikið að fara út úr húsi. Þannig að það tókst bara vel til, myndi ég segja. Væntingar og markmið. Það alveg óhætt að segja að við runnum algjörlega blint í sjóinn þegar við byrjuðum og gerðum okkur enga grein fyrir því hvernig tekið í þetta nýja verkefni. En mætingin á kynningarfundin gaf okkur kannski einhverja hugmynd og það kannski svolítið skondið að segja frá því að þegar við byrjuðum að skipuleggja þennan kynningarfund þá höfðum við enga hugmynd hversu margir myndu koma. Sá sem að var að hýsa fundin fyrir okkur vildi auðvitað fá einhverjar tölur bara svo hann gæti raðað stólum, hann var með veitingar og bað eitthvað sem hann gat svona byggt ofan á og við höfðum bara lítið sem ekkert í höndunum. Við reyndum að gera viðburð á Facebook þar sem að fólk gat hakað í mæti ekki eða hef áhuga eða eitthvað slíkt en það skilaði okkur ekki miklum fjölda. Þannig að við skutum á kannski cirka 20, 25, kannski 30 að fara að mæta. En svo var það svona cirka 10 mínútur í kynningarfundin að við sáum í hvað stemdi, þannig að við byrjum að bæta við auka stólum og svo bættum við fleiri stólum og við fórum að færa til borð til að koma fyrir fleiri stólum og nokkra mínútur í fundin fórum við að færa til veggi sem voru sem betur fer færanlegir bara til að stækka plássið og bæta við. Og þetta endaði í alveg rúmlega 100 manns hjá okkur. Þannig að það var ótrúlega gaman að sjá og bara óvænt ánægja
þó að það hafi verið smá svona stress í okkur að koma öllum fyrir. En allt frá þeim fundi hefur við verið í virku samtali við hópinn og hugsuðum fyrsta mánuðinn svolítið sem bara svona tilrauna mánuð og við sóttumst eftir endurgjöf frá hópnum til þess að byggja ofan á. Og við byrjuðum í rauninni verkefnið með vissa tímatöflu, með vissa hugmyndum hvernig við vildum setja upp æfingarnar, en bara mánuði seinna var bæði tímataflan aðeins breytt og ásamt því uppbyggingin á æfingunum svolítið breytt. Sem að segjur okkur kannski að einhver staðar þurfum við að byrja, þó það sé ekkert fullkomið til að byrja með og verður kannski aldrei fullkomið fyrir allan hópinn, en með góðum samskiptum og samstarfi þá auðvelt að finna réttan farveg, einhvern góðan farveg svona sem hentar flestum. Markmiðin okkar hafa þó alltaf verið skýr frá upphafi og þau eru að við viljum bæta og viðhalda líkamlegri, andlegri og félagslegri heilsu þáttakanda. Við viljum stuðla að auknu heilsulæsi, stuðla að auknu sjálfstæði til lengri tíma og það bara þetta að við viljum fjölga heilbrigðum æviárum. Við erum alltaf að verða eldri og það bara dýrmætt fyrir alla sem koma að við getum verið sem lengst í heimahúsum og séð okkur sjálf. Og svo kannski það mikilvægast bara að hafa gaman og hafa þetta svolítið skemmtilegt svo fólk vilji koma og vera með okkur í þessu og nenni að mæta aftur. En hvernig förum við að því að ná þessum markmiðum? Förum aðeins yfir það hérna og skoðum starfsemina og áherslur. Við skiptum starfseminni aðallega í styrktarþjálfun, stöðvaþjálfun og bandvefslosun og leggjum upp úr því að hafa fagmenntaða þjálfara á hverri einustu æfingu til að leiðbeina. Á styrktaræfingunum erum við að leggja áherslu á styrk og jafnvægi. Í stöðvaþjálfuninni erum við að auka að leggja áherslu á þol og samhæfingu. Og svo það bandvefslosunin sem frábær viðbót við hitt og hún getur haft svo gríðarlega jákvæð áhrif á líkamann. Þar má til dæmis nefna að hún getur hjálpað til við að draga úr verkjum og vöðvaspennu, getur aukið hreyfifærni, liðleika, hreyfanleika, bætt líkamsstöðu, dregið úr streitu og svo margt fleira. Og það hefur verið gríðarlega ánægja með þessa bandvefslosunartíma hjá okkur, allavega hjá þeim sem hafa gefið þessu tækifæri. Þannig að mér langaði bara svolítið að hvetja ykkur sem standi fyrir slíkum hreyfiúrræðum að kynna ykkur bandvefslosunina ef að þið hafið ekki gert það hingað til. Svo ég haldi nú áfram þá viljum við líka auka þetta heilsulæsi og höfum það að dagskrá að bjóða upp á 1 til 2 fræðslur á önn. Þó að við skipuleggjum fræðsluna innan sprækra skagamanna þá viljum við auðvitað geta dreift góðum boðskap til bæjarbúa. Þannig að við höfum haft þessa fræðslu opna og við vorum til dæmis með næringarfyrirlestur í byrjun nóvember og þar settum við hana þannig upp að þeir sem voru innan verkefnis sprækra skagamanna fengu bara koma gjaldfrjálst en fyrir þá sem ekki voru skráðir í verkefnið þar höfðum við smá aðgangseyri. Og það tókst bara vel til og ég hugsa að við komum til með að halda áfram með þá uppsetningu. Og svo erum við einnig að prófa okkur áfram með eitthvað annað skemmtilegt að dagskrá eins og til dæmis aðrar íþróttaæfingar. Það getur verið badminton, göngufótbolti, zumba og fleira. Við sjáum fyrir okkur að hafa aðra félagslega viðburði líka og ætlum að hafa skipulegar mælingar 3 sinnum yfir árið til að fylgjast með því hvort við séum að vinna í átt að markmiðunum okkar. Við vorum til dæmis með einn slíkan mælingatíma bara þegar við fórum, stutt eftir við fórum á stað og þáttakendurnir voru líka bara svolítið spenntir fyrir þessum mælingum. Koma og taka stöðuna og hafa þá eitthvað til að vinna að og bæta fyrir næstu mælingar. En við notum sem sagt við stöðluð próf og tókum 6 mínútna göngupróf, sit to stand próf, notum gripstyrkmælingar, jafnvægi á öðrum fæti og höfum svo í hyggju á að setja fram spurningalista varðandi andlega og félagslega vellíðan. Svo það uppsetningin á starfseminni hjá okkur, en hér svona típisk vika hjá okkur. Við erum með styrktarþjálfunina á mánudögum, bandvefslosunina á miðvikudögum og stöðvaþjálfun á fimmtudögum. Og svo erum við að vinna með þessa breytilegu tíma 2 sinnum í mánuði cirka.
Og eins og skiptum við hópnum í tvennt á mánudögum og fimmtudögum. Þannig að við getum svolítið haft góða yfirsýn yfir iðkendurnar og aðstoðað eins og þarf. Og við vonumst til að geta bætt við fleiri tímum eftir áramót. En við erum nefnilega svo heppin að við fáum að nýta mannvirki á vegum Akraneskaupstaðar og erum til dæmis að nota núna bæði Fimleikahúsið og íþróttasalinn sem í raun bara frábær aðstæða fyrir okkur og við fáum að nota þegar húsin eru tóm því að þau eru svo vel þétt setin eftir skóla. Svo erum við að nýta Abler fyrir utanumhald skráninga og greiðslu en úrræði hjá okkur kostar 5.500 krónur á mánuði. Og það var bara tekin ákvörðun að reyna að halda því í algjöru lágmarki, svo við gætum fengið sem flesta með okkur. Hvernig miðar okkur svo áfram? Verkefnið fór formlega af stað þann 7. október síðastliðinn. Ég myndi ekkert endilega mæla með því að fara af stað með svona verkefni í október, miðja önn, frekar í byrjunannar í ágúst, september eða jafnvel janúar. En svona vegna óviðráðanlegra aðstæðna, viðhaldsverkefnum á mannvirkjum og svona slíku sem að þið hefði kannski verið að upplifa í ykkar bæjarfélögum, þá tafðist þetta aðeins hjá okkur. En það virðist samt ekki hafa komið að sök, því að við erum núna með 50 manns í þjálfun hjá okkur, sem að í raun svolítið framar björtustu vonum eftir þennan stutta tíma. Sumir þátttakendur eru skráðir í önnur úrræði með og finnst þetta góð viðbót við það sem bara frábært að heyra og einmitt það sem við lögðum kannski upp með. Og svo hefur við á þessum stutta tíma sem við fórum af stað séð hvað gott samstarf skiptir öllu máli. Við erum ekki að finna upp hjólið hérna og það eru flestir í þessum geira að vinna að sömu eða svipum markmiðum, þannig að það rosalega mikilvægt að vera í góðum samskiptum við alla sem koma að hópnum. Þar má til dæmis nefna félag eldri borgara á Akranesi sem að aðstoða okkur við að koma upplýsingum til skila og líka fyrir okkur að geta kannski stilt svolítið tímatöflunar okkar saman því að þó að maður geti kannski ekki alveg, hvað segjum við getum ekki alveg haft þetta algjörlega sikkort úrræði þannig að ekkert skarist en það samt kannski hægt að setja þar upp á þann hátt að fólk þurfi ekki að velja annað hvort, heldur getur svolítið tvinna það saman þau úrræði sem eru í gangi. Og svo langar mig líka að nýta tækifæri og þakka verkefnastjórum ISI, þeim Margréti og Ásgerði fyrir frábæru vefsíðuna Bjartur lífstíll. Ef þið hafið ekki kynnt ykkur hana þá mæli ég með því. Við erum búin að nota hana mikið og við höfum fengið mikinn innblástur fyrir uppbygginguna á okkar starfi. Þannig að endilega kíkið þangað ef ykkur vantar innblástur. En þetta var bara svona smá yfirferð yfir byrjunin á okkar vegferð að heilsueflingu 60 ára og eldri á Akranesi. En við erum ótrúlega spennt og bjartsýn fyrir komandi mánuðum og vonandi árum. En fyrir hönd IA vil ég bara þakka kærlega fyrir. Já, heyrðu, þetta var virkilega gott. Takk innilega vel fyrir þetta, Emilía. Og til hamingju með nýtt hreyfiúrræði á Akranesi. Heyrðu, ég sá að þið stóðu öll upp. Það áttu bara allir að standa upp. Kannski bætum aðeins við, setið hendur hér upp og dragið herðablöð saman. Það betra að gera þetta standandi því þá notum við alla sentimetrun okkar. Og þegar við drögum herðablöðin saman, þá spennum við þetta brjóstkassan fram og höldum hér 3, 2, 1 og slaka. Fundið þetta? Þið áttu að dæsa líka, það er streitulosun. Glæsilegt. Flott. Þá næst á mælendaskrá hún Arna Steinarsdóttir, fagstjóri sjúkraþjálfunar þjónustu hjá Þróunarmiðstöð íslenskra heilsugæslu. Gjörðu svo vel. Hún að fjalla þjónustu sjúkraþjálfara í heilsugæslu.
út á skjáinn. Ofta er skemmtilegt. Ertu búin að gera hérna fáni? Já. Hvað er það? Þarna? Já. Duplicate. Já. Þarna kemur þetta. Jæja. Sko. Þarna kemur þetta. Takk fyrir. Gott að hafa mannski í þessu. Já, ég er Arna sjúkraþjálfari. Ég ætla að tala aðeins það sem við bjóðum upp á innan heilsugæslunnar, sjúkraþjálfarar. Og byrjum á hreyfiseðlinum. Hann hefur verið, náttúrulega eins að fyrta hérna hjá mér, afsakið. Svona. Já, hann hefur verið í boði á landsvísu í 10 ár, en byrjaði sem tilraunaverkefni 2011-13 á nokkrum heilsugæslum. Við hefum sett upp okkar íslenska hreyfiseðil eftir sænskri fyrirmynd. Það er mjög góð reynsla af hreyfiseðlinum þar. Hreyfiseðil er meðferðarúrræði og getur heilbrigðisstarfsmaður boðið skjólstæðingi upp á hreyfiseðil þegar við vitum að hreyfing geti haft umtalsverð áhrif á sjúkdóm eða einkenni sjúkdóms viðkomandi. Já, svona. Þetta er klukkustundar langt viðtal hjá hreyfistjóra eða hjá sjúkraþjálfara í hreyfiseðli og þar er alveg farið svolítið vel yfir málin og það er náttúrulega algjör lúxus að geta átt klukkutíma með fólki. Það er ekkert alltaf sem fólk fær klukkutíma inn á heilsugæslu. Þannig að við fáum góða yfirsýn yfir þessa þætti, heilsufarssöguna, sjúkdómseinkenni, hreyfivenjur og hvar áhugahvötin liggur. Og við skoðum hvaða möguleika og getu viðkomandi til hreyfingar og metum þetta. Þeir sem vilja, þeir sem eru tilbúinir til þess, að þá setjum við fram markmið og útbúum svona einhver áætlun, hreyfiáætlun. Við förum líka, tökum 6 mínútna göngupróf, þá skoðum við lífsmörk í hvíld fyrir gönguna og svo aftur strax á eftir. Þetta er svona fyrst og fremst gert til þess að geta sem best ráðlagt á hvaða álagi sé best að æfa með tilliti til sjúkdóms eða sjúkdómseinkenna. Þetta gefur manni líka góða hugmynd hvernig einstaklingar upplifa álag í göngu. Við tökum svona borgálagsmat og svo er gott að fá þessar mælingar á lífsmörkum. Stundum sjáum við eitthvað sem við viljum upplýsa lækni viðkomandi eða kallar þá frekari athugun. Og svo spyrjum við virknispurninga til að svona skoða stöðuna í upphafi og svo þegar fólk hættir í hreyfiseðlinum. Við byrjum alltaf á að gera áætlun til 3 mánaða. Það er samt ekkert meitlaði stein eins og ég segi við fólki mitt, það fær stundum svona pínu, er ég bara að fara að vera föst með þér hérna í einhverju. En við viljum í raun og veru aðalatriðið að við viljum aðstoða fólk á þann hátt sem það svona telur sjálft að gagnist þeim best. Þetta er svona, já, fólki ræður. Og við setjum upp markmið í samræmi við stöðu hvers og eins, en höfum samt alltaf svona ráðlagðan skammt fyrir sjúkdóm viðkomandi á bak við eyrað. Við erum sem sagt með rannsóknir á bak við það sem við ráðleggjum. Það er til dæmis ekki sami skammtur af hreyfingu ráðlagður fyrir kvíða og fyrir sykursýki 2. Þannig að, en svo finnum við þarna eitthvað flöt á því hvað hentar einstaklingnum og hvað svo rannsóknir segja sér best. Hreyfingin sjálf er svo á eigin vegum og það er mjög misjafnt eftir einstaklingum hvað hver og einn gerir. Allt frá göngutúrum og yfir í bara alveg maður og mann einhverja þjálfun. Sem sagt út í bæ. Og við reynum náttúrulega, það er svolítið það sem við þurfum að gera að hafa gott yfirlit yfir hvað er í boði af hreyfitilboðum og þá fögnum við mjög mikið með því að við erum svona að reyna að bæta það aðgengi.
Já, þetta er nóg. Skráning og eftirfylgd er í gegnum heilsuver og símtöl. Þannig að oftast kemur fólk bara í þetta eina skipti inn á heilsugæsluna að hitta sjúkraþjálfarann. Flestir skrá hreyfinguna sína í heilsuveru, en þar sem það er ekki svona one size fits all, þá reynum við að finna þá lausn sem passar viðkomandi best. Það er bara að reyna að komast yfir allar hindranir. Já, svona hreyfiseðill getur gilt í 1 ár. Já. Þetta er svona bara ferlið, þetta sem ég var að tala áðan. Og hérna skipta hreyfiúrræðin ótrúlega miklu máli, eins og ég sagði áðan, að við vitum hvað er í boði á svæðinu. Smá tölur, það eru mest konur, meðallengd áætlana hefur verið svona 18 til 25 vikur, þannig að flestir fá einhverja framlengingu eftir þessa fyrstu 3 mánuði. Fólk hefur verið að sinna þessu bara vel, meðferðarheldnin 65%. Já, og stórt aldursbil. Og hvað gerist, við erum svona að reyna að fylgjast með því líka, þetta að skila sér, og það er þarna svona langtíma eftirfylgd sýnir það að við erum alveg að ná að breyta þessum venjum hjá fólki. Og okkur langar að bæta okkur í því að vita hvar svona hindranirnar liggja hjá fólki, og þá erum við að fara að byrja að nota núna meira þennan spurningalista til þess að átta okkur betra á áhuga hvers og eins. Þannig að við getum stutt betur við þá sem að kannski koma ekki vel út úr þessu. Svona svolítið mikið að gerast, en já. Já, þetta var hreyfiseðillinn. Þá er það annar hlutverk sjúkraþjálfara á heilsugæslu. Það er stoðkerfismóttaka. Hún byrjaði á Austurlandi 2017. Þetta hefur aðeins verið að aukast undanfarið, en það er ekkert rosalega margir staðir sem bjóða upp á þjónustuna. En hún er komin á stað í öllum landsfjórðungum, og þetta er að byrja í síðustu viku hérna í Mjódd. Þannig að við erum að dreifa eins úr okkur. Við viljum veita betri þjónustu, við viljum minnka flækjustig og kostnað í kerfinu bara. Sumstaðar hefur þetta bara verið svona eiginlega neyðarúrræði þegar við fáum ekki að lækna, hvað hefur við þá að gera? Fáum sjúkraþjálfara, þeir hljóta að geta gert eitthvað. Miðað við svona hlutfall stoðkerfisvandamál í nágrannalöndum okkar má gera ráð fyrir að í fyrra, 2023, hafi 100 til 110.000 komur á heilsugæslustöðvar heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins verið vegna stoðkerfistengdra einkenna. Það eru rosalega margar komur, þannig að okkur finnst við náttúrulega eiga heima þarna inni. Maður er með tannpínu, þá fer maður til tannlæknis, og hafa blóðþrýsting, þá fer maður til læknis, og vonandi hreyfiseðil líka reyndar. Og svo bara stoðkerfisverkur, þá finnst mér allavega sjúkraþjálfaranum að maður ætti að hitta sjúkraþjálfara. Réttan aðila á réttum tíma, á réttum stað. Já. Örstutt bara hvernig við setjum þetta upp. Við nýttum okkur reynsluna frá Bretlandi þegar við vorum að byrja með þetta á höfuðborgarsvæðinu. Það er aðeins misjafnt hvernig við vinnum þetta, en flestir eru með svona stakan tíma fyrstu ráð. Þetta er stuttur tími, bara koma fólki að stað og gefa þeim ráð. Hvað getur þú gert sjálfur til að láta þig líða betur? Við megum sjúkraþjálfarar í heilsugæslu mega gera tilvísun eða beiðni til sjúkraþjálfarastofu. Stundum fara málin í þann farveg, en langflestir byrja sjálfir á því sem þeir geta sjálfur gert. Og við förum yfir fræðslu, æfingar, teygjur, hvíldarstöður, vinnustöður, notkun á kæli eða hitameðferð og fleira. Við fylgjum fólkinu okkar eftir í síma eftir svona 2-3 vikur, og það hefur reynst mjög mikilvægt. Það er búið að skoða það, taka stöðuna, hvernig gengur, ok, ekki nógu vel, ok, hvað með þetta, svona, ekki bara segja hér á æfingar gangið vel bless. Þannig að við svona
rannsókn sem var gerð hérna heima sýndi í raun og veru viðhorfið var betra, ráðleggingarnar reyndust betur og þannig. Aðeins að fylgjast með tímanum. Já, þetta eru bara svona samkvæmt minni skráningu sem sjúkraþjálfari í heilsugæslu, þá þetta svona 1/4 er bakvandamál og sem rímar við það 80% fólks fær einhvern tímann í bakið. Þannig að áhuginn innan heilsugæslunnar er að aukast á þessu úrræði, en við erum bara ekki inn í fjármögnunarlíkaninu ennþá, þannig að það er ekkert mjög hagstætt fyrir heilsugæslur. Það fannst ekkert mikil peningur fyrir að hafa sjúkraþjálfara í vinnu, en vonandi breytist þetta system. Og þetta er vel nýtt inn á heilsugæslunni, þar sem þetta er í boði. Já, þriðji og síðasti hlutinn sem ég ætla að tala og er svona, eiga 60+ heima í öllum þáttunum, en svona þetta er kannski svona nýjasta, þar sem að fókusinn er á byltu forvarnir. Og undir heilsueflandi móttökur inn á heilsugæslu fellur heilsuvernd eldra fólks. Og sjúkraþjálfarar eru rétt farnir að koma að þessu á bara örfáum heilsugæslum ennþá, en við erum með flott verklag tilbúið og við vonumst auðvitað til þess að geta komið þessu á sem víðast. Já. Í heilsueflandi móttökum, þegar fólk kemur inn, að þá farið mjög ítarlega yfir málin með hjúkrunarfræðingi. Heilsufar er metið út frá öllum þessum þáttum, reynt að skoða einstaklingin í heild og það farið yfir næringu, hreyfingu, lyf, áfengi og vímuefni, beinheilsu, áföll, minni, hvaða rannsóknir hafa verið gerðar og þarf að gera og allt þetta. Þetta tekur hjúkrunarfræðingurinn bara mikið góða yfirsýn yfir einstaklingin. Og út frá þessum upplýsingum er búið til plan varðandi þá þætti sem þarf að skoða betur eða setja í ferli. Í þessu viðtali, samkvæmt verklagi, ættu allir sem svara í raun og veru einhverja þessum 3 spurningum hjá hjúkrunarfræðingnum ættu að fá mat á jafnvægi hjá sjúkraþjálfara. Og það er þannig að 1/3 fólks eldra en 65 ára dettur einu sinni á ári og svo eykst sú tíðni eftir því bara sem með hækkandi aldri. Og svo við viljum reyna að grípa þetta fólk sem er óöruggt og óstöðugt, komið í veg fyrir brot og svona þessi miklu áhrif á bara heilsu og lífsgæði sem að byltur hafa. Já, það eru 2 leiðir, leið A og leið B. Við spurjum við leggjum fyrir svona svimakvarða með 25 spurningum. Þetta er þegar sjúkraþjálfarinn tekur á móti fólki. Spurt athafnir, hreyfingar og svona tilfinningar í tengslum við svimann eða óstöðuleikann. Þarna stendur já, ef að það er testa fyrir BPPV, það er þessi góðkynja stöðusvimi eða það sem við kallum kristalla eða stöðusteinaflakk. Það eru svona þessi hringsvimi sem að sumir kannast við. Við sjúkraþjálfari heilsugæslu greinum hvort það sé að ræða, reynum að losa þessa steina og kennum fólki sjálfsæðingar. Þannig að það hefur ekkert endilega verið í boði inni á heilsugæslunni. Þessi fer eftir bara hver er góður í því eða hvort að hann hafi áhuga á því eða eitthvað. Þannig að við erum svona að reyna að koma þessu betur inn á heilsugæsluna sem er svona fyrsti kontakt á að vera. Já, og svo ef að það er steina, þá fylgjum því eftir. Stundum þarf maður svo að fara áfram til einhvers sérfræðings í þessu líka. Hin leiðin er þeir sem eru með færri en 10 stig á þessum svimakvarða en eru óstöðugir samt, fara í gegnum þessa leið B. Þar tökum við 10 metra göngupróf, standa upp og setjast 5 sinnum á tíma,
timed up and go sem að standa upp, ganga 3 metra, fara tilbaka og setjast. 4 þrepa jafnvægispróf og svo farið yfir spurningalista ABC sem heitir á íslensku A til Ö kvarðinn. Og það svona jafnvægiskvarði tengdur athöfnum og öryggistilfinningu. Þannig að þetta alveg bara svona, það farið vel reynd að greina ástæður bylta eða óstöðuleika. Og út frá niðurstöðum þessara prófa þá eru viðeigandi úrræði valin. Það getur verið allt frá því bara sjálfsæfingar, myndbönd með æfingum, eða við vísum í hópa og þannig bara frábært eins og samfélagshúsin eru að bjóða upp á jafnvægis hópa og svoleiðis. Við þurfum bara að vita af öllu svona. Stundum þarf fólk að fara til sérfræðings annaðhvort á stofum sjúkraþjálfara í svona jafnvægis truflunum og þeir sem eru í raun og veru í mikilli byltuhættu að við vísum þeim á byltu og beinvendamóttökuna á Landakoti. En nú erum við að reyna að taka þá sem þurfa ekki max aðstoð út frá byltu og beinvendamóttökunni, sumir þurfa ekki allan pakkan. Skoða hvað hver og einn þarf. Já, þetta matseyðublaðið sem við notum þá í raun og veru prófin, þannig að við fyllum út niðurstöðurnar þar. Já, smá yfirlit af því að við viljum náttúrulega vera, mér langar að sýna störfin okkar á landsvísu og starfshlutfall er mjög misjafnt eftir svæðum hvað er boðið upp á. Og það eru 26 sjúkraþjálfarar og 28 starfsstöðum í 6,5 stöðugildi. Það eru rosa margir og ein vinkona mín starfar í 7,5% en einni heilsugæslu. Þannig að það er svona kannski aðeins að hamla því hversu vel við getum unnið líka bara í teymi og svona haldið utan fólkið okkar. En við vonumst náttúrulega til þess að geta innleitt til dæmis þessa byltumóttöku og stoðkerfismóttökuna og svona sem víðast. Já, þannig að þið sjáu það þarna svona misjafnt hvort það sé bara hreyfiseðill eða fleira í boði. Er ég á tíma? Ég er góð. Ég hefði kannski að tala aðeins hægar. Nei. Herði, já, ég held að þetta sé bara komið og vildu þið hafa... Já, einmitt. Takk fyrir. Herði, æðislegt. Við þökkum Örni innilega fyrir. Endilega standið upp, aðeins hreyfið ykkur Við ætlum að fara næst í Slido. Þannig að endilega skannið QR-kóðan aftur á borðunum. Þeir sem eru heima, þá ætlum við að fara inn á Slido. Sjá hvað gerist. Tók allan fyrirlesturinn, jæja. Það er þetta var síðasta spurningin. Þannig að ef þið skannið QR-kóðan þá ætti að detta inn á næstu spurningu. Sjáum hvort það virki. Fæ kannski svona, þetta er komið það. Já. Og næsta spurning er, hafið þið vísað eldra fólki á heilsugæslustöð í viðtal hjá sjúkraþjálfara? Og það er að hrannast inn. Já. Það eru komið 17 svör, 18, þetta er að koma inn Já, þarna erum við að tala til dæmis viðtal vegna hreyfiseðils eða stoðkerfismóttöku. Flestir eru að segja nei, hafa ekki nýtt sér það eða vísa eldra fólki í þessa þjónustu, mun klárlega hafa það í huga í framtíðinni, það er að aukast þarna, 28%. Og já, það er einhverjir búin að nýta það og svo eru margir eða einhverjir sem bara vissu mögulega ekki af þessu sem er í boði.
Þannig að það er mjög gott að við fengum smá kynningu á því hvað sjúkraþjálfarar að gera inn á heilsugæslunni og hvers konar þjónusta í boði. Þannig að bæði þið sem eruð að sinna eldra fólki geti þá nýtt ykkur þetta. Næsta spurning. Hvernig förum við að því að virkja fólk til hreyfingar? Þetta sem sagt, er þetta ekki vinnuhópur? Já, þetta er vinnuhópur. Ok, hún bara kom svolítið fljótt. Við erum sem sagt að fara í næsta, þið með bíða með þessa spurningu aðeins. Hún átti ekki að koma svo fljótt, en þið með hugsa þessa spurningu aðeins. Við ætlum nefnilega að fá annað erindi, síðasta erindið áður en við förum í hlé og þessari spurningu verði síðan svarað á eftir. Já, sem sagt spurningu 6 og 7. Þannig að veltið þessu aðeins fyrir ykkur og við ætlum að heyra næsta erindi sem Svavar Knútur, söngvaskáld og erindi hans vitundavakningu félagslega einangrun. Það pláss, heitir það erindi. Gjörðu svo vel. Þarna. Allir sem hafa séð Community, veit hvað þetta kaldhæðnisleg slædd. Þarna framhliðin á þessu. Þetta sætið sem hún vilt helst aldrei setjast í þessum þáttum. Já, bara hérna? Já. Og komið þið sæl, ég heiti Svavar Knútur og ég söngvaskáld. Ég var ekki alltaf söngvaskáld, ég vann sem félagsráðgjafi hjá Reykjavíkurborg. Áður en ég var söngvaskáld, svo ég ekki búin að gera neitt annað en að syngja í 15 ára og svo ég rifin í þetta. Ég samt ennþá söngvaskáld, sko. En þetta í fyrst skipt sem ég tala án konuna minnar vegna þess að við erum saman í þessu við Líney og hún býður rosalega vel að heilsa, hún bara að vinna fyrir norðan og þar sem við búum. Þannig að ég ætla bara að reyna að svona syngja þetta svona eins og Sonny og Cher, nema bara nú verð ég að þykjast líka að vera Cher, þið vitið. Og þetta verður svolítið vandræðalegt kannski, en við bara gerum okkar besta, þetta umbrölint fólk hér. Við erum að vinna með vitundavakningu félagslega einangrun og þetta vandamál sem búið að flagga sem lýðheilsuvandamál á par við áfengis, ofdrykkju, tóbaks, faraldur og sykursýki og fleira á þeim skala. Þannig að Alþjóða heilbrigðisstofnunin er búin að setja það sem setta á þann válista yfir hræðilega lýðheilsu vár sem blasa við okkur núna á 21. öldinni. Og hvað félagslega einangrun? Það oft ákveðin misskilningur það, þetta sé nú bara einhver einmannaleiki eða eitthvað svoleiðis, en það í rauninni einmannaleiki bara ástand sem við getum fundið sem getur verið afleiðing af félagslega einangrun, en félagslega einangrun samt áhrifavaldurinn, það aðstæðan sem við lendum í, það þessi lítil eða engin félagsleg tengsl og að fólk bara loka svolítið inni í eigin heimi. Getur einmitt leitt til einmannaleika eða tilfinningar að tilheyra ekki, einskorðast alls ekki við eldra fólk, það tölurnar núna sýna að það það bil 10% fólks tvítugt sem að einangrast félagslega og svo tala fyrir hækkandi með hverri rannsókn sem gerð. Og við erum að missa þarna 10% af ungri kynslóð út úr atvinnulífinu og inn á bætur ef við passum okkur ekki með þetta. Þetta hættulegt heilsu fólks á öllum aldri, ég skal fara aðeins í það á eftir, og þetta ósjálfbært ástand algjörlega óháð félagsstörf. Það alveg hægt að vera félagslega nægjusamur, ég til dæmis mjög félagslega nægjusamur, því að þegar ég búin að vera að syngja fyrir fólk þá vil ég helst fá að vera einn í svona heilan dag og eins og ég sagði áðan, þetta geti verið mjög þjóðhagslega óhagkvæmt því að félagslega einangrun veldur gríðarlegu álagi á bæði félagslegu kerfin og svo heilbrigðiskerfin. Svo að sé ekki tala bara vanlíðan fólks almennt í sjálfu sér í lífinu. Nú, það ákveðna mýtur þessa félagslegu einangrun að hún einskorðist við jaðarhópa, það bara alls ekki þannig. Hver sem við erum öll útsett fyrir þessu. Og það þarf ótrúlega lítið út af að bera í lífi fólks í rauninni. Við erum svo viðkvæm. Og ég held að COVID hafi í rauninni dregið það svolítið fram að þegar COVID sló okkur öll út jafnt úr samfélaginu, það lentu bara allir jafnt í því,
þá það búið að taka, og ég sem söngarskáld tek alveg eftir því, að það búið að taka gríðarlega langan tíma að byrja að fá fólk aftur á tónleika. Úr öllum aldurshópum nema yngsta. Að fólk svona yfir 30, það bara svona missir þennan vöðva svolítið, það rýrnar þessi félagslegi vöðvi og það fer bara að leyfa sér að vera meira svona að horfa á Netflix og eitthvað svona, og þetta ótrúlegt hvað þetta fljótt að rýrna þessi vöðvi. Og ég sem betur fyrir að sjá fólk koma tilbaka, en þetta bara núna í svona 80% af því sem það var fyrir COVID, og það eru 3 ár liðin síðan að þetta náði hámarki. Þetta ekki einkamál aldraðra, eins og ég kom inn á, fólk á öllum aldri getur einangrast félagslega og það einmitt stórhættulegt að afskrifa fólkið sem við erum alltaf að tala um sko aldrað og svo börn, og svo eigum við svona sem erum á þessum gullna aldri sem erum að vinna og við eigum að vera í stuði, við eigum að gera allt og halda upp í öllu svona. Það, við getum alveg eins lent í þessu og við verðum að vera vakandi fyrir þörfum fólks á þessum besta aldri líka, sko, miðaldra fólksins. Svo það þessi félagslega nægjusemi, það alveg til, en það allt annað heldur en að hreinlega eiga ekki útgang, eiga ekki leið út. Og að fólk í samböndum geta ekki verið félagslega einangrað, það líka algjört rugl. Bæði getur verið í ofbeldissambandi og þá annar aðilinn bara búinn að brjóta niður félagsleg tengsl hins og það bara gríðarlega algengt. Og svo líka kemur það fyrir að það eru 2 manneskjur saman í sambandi og önnur kannski svakalega aktív, svaka félagsbomba og þá gerist það ofta hinn dregur sig inn í skilina og þetta bara getur komið fyrir allt á bestu bæjum. Og svo það stærsta mýtan að það sé ekkert að gera í þessu og til þessi erum við við erum við erum að draga fram þessa vitundavakningu og hjálpa fólki og reyna að ná svona bandamönnum í þessa baráttu. Og við getum litið aðeins aftur í tíman, þetta nú ekki nýtt á dagskrá, þetta mál, þetta mikilvægi þess að eiga félagsleg tengsl. Í Hávamálum 44. vísu, veistu ef þú vinátt, þannig þú vel trúir og vilt þú af honum gott geta, geði skaltu vittan blanda og gjöfum skipta, fara að finna oft. Þetta nú bara 1200 ára gamall sannleikur, eða meira. 50. vísa, hrörnar þöll, sú stendur þorpi á, þorp ekki sko lítill bær í þessu samhengi heldur berangur, en á berangri reistu menn þorp, þannig að orðið þorp komið af berangri, þar sem fólk setti húsin sín. Hlýr at henni börkurinn í barr, svo maður sá mangi ann, hvað skal hann lengi lifa. Og svo annað sem endar á maður manns gaman, það líka í Hávamálum. Og þetta eitt af mínum uppáhalds. Fólk hefur verið með þessa mýtu að forfeður okkar ásatrómennir hafa verið svo grimmir og miskunnarlausir og ekki púka mikið upp á fólk sem var orðið eitthvað fatlað. En þarna stendur haltur ríður hrossi, hjörð rekur handarvanur, daufur vegur og daugir. Blindur betri en brendur sé, nýtur mangi nás. Enginn nýtur hinna dauðu. Það eiginlega einu sem einskis virði lengur. En alveg þangað til þú dáinn, þá ertu gildur og skiptir máli í samfélaginu. Þetta finnst mér alveg gríðarlega mikilvæg vísa. Þannig að við megum ekki afskrifa neitt. Og ákveðnir áhættuþættir, við förum bara svona létt yfir þá sko, að flytja á nýjan stað þar sem tengslanlegt lítið sem ekkert, það gríðarlega svona stór áhættuþáttur. En við byrjuðum ferðin okkar á Bíldudal, við vorum bara svona fact-finding mission eins og það kalla. Og við fórum á vegamót þar sem við hittum hópa af köllum sem hittast á hverjum einasta degi í svona klukkutíma og hálfan að drekka kaffi. Og það finnst mér alveg frábært. Þetta er svona veitingastaðurinn, búðinn, pubinn og tónleikastaðurinn á Bíldudal. Og þar sögðu þeir okkur þessa skemmtilegu sögu að það voru hjón að flytja í bæinn á Bíldudal með börn og rétt áður en þau komu inn í Bíldudal þá sendu þau skilaboð á Facebook síðu íbúa Bíldudals og sagði, við erum rétt að lenda í bænum, við erum að flytja inn, einhver sem verið til í að hjálpa okkur að henda dótinn inn í hús? Og það mættu rúmlega 20 manns í þessu litla sveitarfélagi og allir bara spjalla, svo bara búið í kaffi og svo bara, já, þetta húsið hans Baldurs og lalala og
og þarna voru þau bara strax komin inn í samfélagið og þarna var komin ákveðin félagsleg skuld sem ekki slæmt. Því að félagsleg skuld í rauninni, það ekki þetta að taka þér húsið sko, þó þú skuldir einhverjum greiða. Þú bara gerir einhverjum greiða tilbaka og það ertu komin með svona kamratskap. En við ímyndum okkur bara ef að þau hefðu ekki gert þetta, þá hefðu þau verið þarna bara í bíldudasúldinni einhvern veginn eitthvað að bera drasl inn og fólk hefði svona hort á þau út gluggann og já, nýtt fólk að flytja inn í húsið hans Baldurs, já, þau banka ef þau vantar eitthvað. Það er rosalega algengt. Þetta bara, við erum með þetta viðmótar ekki, þau spurja ef þau vantar eitthvað og þau gerðu það sko. Og fólk hefði jafnvel keyrt framhjá og gert hérna dreifbýlisstöruna, við höfum öll séð hana. Ég hef gert hana, ég bjó einu svona Flateyri og þannig að þið bara sjáu þessi tvær sviðsmyndir þar sem að annars vegar varð til alveg ofboðslega mikill félagsauður og bara já, velkomin í bæinn og nú þið bara já, og svo förum við þangað og þarna við erum að kíkja niður á vegamót alltaf á föstudögum og eða þá bara hreinlega það hefði tekið marga mánuði að komast inn í svona félagsnet ef þau hefðu jafnvel komist inn í það. Þannig að þetta er alveg ótrúlega mikilvægt. En að flytja nýjan stað sem þetta alveg ótrúlega erfitt fyrir marga. Að missa einhvern nákominn, það er auðvitað, fólk hverfur svolítið inn í sig, hverfur inn í skilina til að missi nákomna eða gengur í gegnum skilnað eða makamissi. Og það þarf oft að tékka á fólki þegar að það er að gangi í gegnum þessar svona stóru lífsbreytingar. Hafa nýlega hætt að vinna, það er gríðarlega mikilvægt eða vinnu missir, honum fylgir skömm og skömm er gríðarlegur áhættuþáttur sem að tekur okkur út úr samfélagi og í dag sérstaklega á tímum internetsins þegar að fólk upplifir það gerði einhverja bommertu, segir eitthvað klaufalegt og þá bara vaða allir í viðkomandi og fullt af fólki bara telur sig ekki einlega geta farið aftur út á meðal fólks af því að það hefur orðið sér til svo mikillar skammar og skömm er ein ógagnlegasta tilfinning í heimi. Þá er það fleiri áhættuþættir, skert heyrn, gríðarlega mikill áhættuþáttur við þegar að þetta lauma svo aftan að okkur líka af því að þegar fólk fer að missa heyrnina það gerist ekkert bara svona, það gerist bara svona hægt og rólega fer það eiga erfiðara með að svona greina hvað fólk er að segja í margmenni, þú ert alltaf eða eitthvað svona og þetta fer að verða óþægilegur og þá fer fólk að veigra sér við því að fara út meðal fólks. Þannig að við þurfum kannski af því að það er líka pínu svona egómál, við erum hégómleg mannfólkið, þannig að margir bíða alveg fram á barminn sko með að leita sér hjálpar vegna skertar heyrnar og þetta er alveg gríðarlegur lífskjara bót þegar að fólk fær loksins heyrnartól. Önnur færniskerðing, til dæmis mjaðmir, stoðkerfi og svona, það er alveg ótrúlega margir bara á mínum aldri sem eru sko farnir að fá mjaðmirnar af því að þetta er náttúrulega mjög aktíft fólk og fara að finna til og ég meina auðvitað var það líka bara þannig fyrir 50-60 árum en núna erum við bara með þetta option, hennar valkost sem er að fara í mjaðmaaðgerð og við erum að horfa upp á fólk sko með svona að fá 40-50 ár að virkni í viðbót í lífi þegar það fer í mjaðmaaðgerð, það er alveg magnað. En það er alls konar færniskerðing og hún er ekki öll augljós. Við missum færni í félagslega færni, við missum alls konar færni og hún er ekkert bara alltaf svona blasir ekkert alltaf við. Skömm, eins og ég sagði áðan, það er alveg eitraðasta tilfinningin og óöryggi samskiptum. Veit ekki hvar maður á að sitja, þú veist, svona, við erum mitt á Bíldudal, þá spurðum við á strákana, sko, kallana þarna, eru þið með einhver svona fast kerfi, hver sittur hvar? Nei, ég sitt samt alltaf hér og Maggi sittur þarna, sko, og Baldur hér og þannig að þegar að fólk kemur inn í nýjan stað, þá er oft ótrúlega mikilvægt, bara þessi ótrúlega litla en mikilvæga aðgerð að bara taka á móti viðkomandi og segja, heyrðu, sestu hérna, það er pláss fyrir þig hér og passaði hann Óli, hann er mjög passasam með þetta sæti hérna, þá gerir, þú veist, losnar þetta óöryggi. Förum aðeins inn á neikvæðnina, við reynum að gera þessa kynningu jákvæða, við erum að halda í það jákvæða en þarna sjáum við skaðsemi félagslegrar einangrunar, alltaf 50% aukna líkur á heilabilun, alltaf 25% aukna líkur á ótímabærum dauða og alltaf 30% aukna líkur á hjarta-æðasjúkdómum. Þetta er alveg svakalegt. Þetta eru svakalega tölur, en við getum snúið þessu við með því að vinna gegn félagslegri einangrun, þá erum við að minnka líkurnar á heilabilun, við erum að minnka líkurnar á ótímabærum dauða og við erum að bæta hjarta- og æðaheilsu fólks. Það er til mikils að vinna
með því að draga fólk tilbaka úr einangrun. Og þarna hérna skaðsemin á samfélagið, vegna þess að ekki bara skemmir þetta einstaklinga, heldur samfélagið sjálft, þetta eykur misnotkun á lyfseðilsskyldum lyfjum, álag og heilbrigðis- og félagsleg kerfi og vandi fyrir alls konar samfélagsstofnanir og atvinnulífið vegna þess að ef við missum fólki kringum tvítugt inn í kvíða og félagslega einangrun, þá vitum alveg að þetta fólk mun ólíklegra til þess að fara og leita sér að fara í nám eða fara í vinnu og það mun líklegra til þess að fara inn á örorkubætur. Þetta bara staðan hjá ungu fólki. Og minni almenn virkni og þátttaka í samfélagi og þá erum við bara að sjá færri mæta í félagsstarfi, erum að sjá minni þáttöku í félagsstarfi og hvað gerist þá? Þá missir fólki í félagsstarfinu líka ákveðin hvata. Þetta hefur keðjuverkandi áhrif. Og ég get alveg sagt svona, þú veist, ég alveg svona, með dásanlegt dæmi bara sjálfan mig, ég nú ekki félagslega einangraður og ég að túra kannski í mánuði senn út í Evrópu og víðar og ég með skrefamæli í símanum mínum. Þannig að þegar ég að þramma á milli lestastöðva og fara að spila á tónleikum og svo labba ég á hótel og alltaf að draga risastóra ferðatösku og gítar og eitthvað svona bakinu, þá sýnir skrefamælirinn minn alltaf svona 10 til 12.000 skref á dag þegar ég á túr erlendis. Svo kem ég heim og ég dauðþreyttur og uppgefinn og félagslega úrvinda og ég var bara að skoða þetta af forvitni, þá fer þessi skrefamæli niður í 1 til 3.000 skref á dag. Fyrstu 3 dagana eftir ég kem heim. Ég bara fer ekki út og ég bara nenni ekki að hitta fólk. En ég fer síðan út og hann poppar aftur upp í svona 8 til 10.000 skref á dag. Og það bara af því að ég ekki félagslega einangraður. Ég alveg, bara að kíkja að hitta strákana og bara aftur mættur í aktivitetið. En þið getur bara ímyndið ykkur af fólk sem að einangrast félagslega, það bara með þennan skrefamæli. Og þar bara kjarnast þessi heilbrigðisvandi sem í þessu felst. Þetta hreyfingarleysi og skortur á virkni. Til hvers að vinna þarna sjáum við bara bætt andleg og líkamleg heilsa, aukin virkni, meira traust og samheldni í samfélaginu, minna álag á heilbrigðiskerfið og aukin almenn þáttaka í viðburðum. Þetta bara það sem við viljum sjá. Og það alltaf best þegar maður að vinna í einhverju máli að hugsa sko hvað viljum við frekar eftir hvað viljum við ekki. Að hverju getum við stemt frekar en við hvað erum við hrædd. Þannig að þetta fókusun okkar Línear og hvað er til ráða þessar forvarnir, að taka stjórnina í eigin hendur fyrir einstaklingin, skrá sig á námskeið, gangi í félag, finna aktivitet, mæta á viðburði í nærsamfélaginu, sérstaklega bara alls konar svona lítil málþing og eitthvað sem maður getur setið bara og vera aðeins til hliðar en maður samt þarna. Ekkert svakalega krefjandi. Sjálfboðaliða starf, ég held að ISI og björgunarsveitirnar okkar á Íslandi séu alveg, og Slysavarnarfélagið og skátarnir séu alveg gríðarlega flott grunnstarf sem að fólk getur leitað í til þess að eiga meira félagslíf og það er svo ofboðslega blómlegt og mikið starf og í rauninni þetta líka lykil bandamenn í því að berjast gegn félagslegri einangrun, að draga fólk út úr skelinni. Og Íslendingar kannski svolítið, það hefur kannski ekki myndast þessi sama hefð á Íslandi fyrir sjálfboðastarfi eins og hefur myndast í Evrópu til dæmis eða Bandaríkjunum. Við vorum svolítið alltaf bara svona hver í eigin svona upp á einhverjum sveitabæjum upp í Dölum alveg til 1874. Þannig að íslensk svona sjálfboðalega hefð mjög ung en hún til staðar. Lions, Kiwanis, Rotary og alls konar svona félög líka. Þannig að draga það fram, það mjög gott. Tímasettir samskipti, það mjög gott, hafið einhvern hitt einhvern í bónus í kælinum og sagt, gaman að sjá þig, heyrðu, við verðum að fara að hittast. Heyrðu, bara stefnum að þessu og bara gaman að sjá þig og hvað gerist? Hvenær hittist þið næst? Líklega ekki. En ef þið segið eitthvað, ertu laus á fimmtudaginn? Ég væri ógeðslega til í bara kaffi á fimmtudaginn, þá gerist þetta. Að tímasetja samskipti alveg brjálæðislega sterkur leikur til þess að bæði draga annað fólk út og koma sjálfum sér inn í samskiptin. Og svo að bjóða fram aðstoð við alls konar. Hvað ef við höfum ágjur öðrum? Við tökum eftir, við kíkjum svona, eru svona ákveðna vísbendingar að viðkomandi sé ekki virkur eða láta sjá sig eða hefur einhver ekki láta, ég veit að það rosalega erfitt.
og með 20 manna hóp og svo mætir einn ekki, hvernig á maður að vita hver það var sem er ekki að mæta? Það er ótrúlega erfitt að sjá það sem er ekki. En það er líka bara áskorunin. Og taka eftir einhverju fari fólks, hlusta á það sem er að segja, einhverjum lýsingar eða líðan og líta við og taka vel á móti. Það er svo mikilvægt. Ég get sagt ykkur örlitla dæmisögu, ég veit ekki hvað ég er komin langt yfir tíman minn en ég ætla bara að stelast. Við hjónin, við fluttum norður á Akureyri fyrir 2 árum en þar á undan áttum við heima í blokk í Hlíðunum og þetta er bara svona dæmisaga. Þegar við fluttum í þessa blokk þá var okkur sagt að manninum sem að seldi okkur íbúðina, það er bara eitt sem ég verið að vara ykkur við, það er einn aðili í blokkinni sem er alveg skelfilegur. Og þessi manneskja er bara, hún er búin að hrekja 4 úr blokkinni með leiðindum og vesenni. En ég held að bara með ykkar samskipt, ef þið bara eru þolinmóð þá getið við komist í gegnum þetta. Og við alveg, jæja, heyrðu, góðan daginn. Og það var eins og við mannin mælt. Daginn eftir að við vorum flutt inn, þá er hringt dyrabjöllinni heima og þarna stendur þessi manneskja bara og byrjar að tuða yfir að fólki á fyrstu hæðinni, þetta sé nú örugglega Reykjagras og svo eru krakkarnir á annarri hæðinni, þetta eru algjörir vandræðingar og bara og svo er bara eitthvað fólk að gista niður í kjallara og hún stoppar ekki og það er bara tuða og við stöndum bara svona í dyrunum og við vitum ekki hvaðan okkur stendur veðrið sko. Svo er Líney svo bóngóð að hún býður sig fram í hússtjórn, stjórn húsfélagsins og fatta og bara grandalus það að húsfundir í þessu húsfélagi taka 9 til 12 klukkutíma og þeim er alltaf 3 frestað af því að þessi manneskja, hún er í stjórn húsfélagsins og það er bara stoppað á öllu og skammast yfir öllu og það er bara hver einasta króna í reikningum er bara véfengd og Líney var bara með taugafall þarna á tímabili. Og svona gekk á í bara ár. Þangað til að við áttuðum okkur á og núna þegar við fyrir að vinna þetta verkefni þá áttum við að þessi manneskja var náttúrulega alveg bara félagslega einangruð. Hún var bara skólabóka dæmið félagslega einangruðar manneskju vegna þess að ekki bara var þetta bitna á líkamlegri heilsennar heldur líka andlegri líðan og bara öllum samskiptum og hún varð svona viðskotaill vegna einangrunar, ekki síst. Þannig að við tökum bara einn daginn, þá bara rífum við hana inn á yppon, bara eins og júdó. Að hún opnar og við vorum bara farin að fá í magan, hún farin að fela okkur á laugardögum og svona. Og hún hringir dyrabjöllunni og við opnum og þarna er hún svona alveg til í slaginn einhvern veginn, ég ætlaði nú að, eitthvað svona, ég segi, komdu í kaffi, komdu, og við drögum hana bara inn. Og Líney hellir upp á kaffi og við látum hana fá svona múmínkönnu og svo kemur litli strákurinn okkar og lætur hann að fá tuskubangsa og það er bara svona eins og við manni mælt það bara kemur næstu í svona eggjahljóð í hana svona. Og við bara sitjum og spjöllum við hana og auðvitað er þetta erfitt og auðvitað svona, þetta var svolítið svona átök en það mildaðist alveg gríðarlega samskiptin þarna og hún var bara fór að venja komin sínur upp bara með gjafir handa börnunum og eitthvað grænmeti úr garðinum og tralala og ég er ekki að segja að við höfum eitthvað rofið félagslega einangrunar og bjarga lífi hennar einhvern veginn en þetta stórbætti samskiptin og þetta minnkaði öll átök í blokkinni. Allt í einu var þessi manneskja búin svona eignast svona pínu inn. Hún var búin að gera sig hornreka í öllum öðrum íbúðum í blokkinni. Þetta var lítil blokk, 6 íbúðir, en það bara nefndi enginn að tala við hana. Og það endaði náttúrulega bara við að fluttum á Akureyri. en enga síður þá vorum við ótrúlega ánægð með að samskiptin voru orðin bara góð og fín. Og þessi manneskja reyndist okkur bara býsna vel. Þetta er bara gott dæmi það hvernig félagslega einangrun getur brotið svolítið þrek mannesku og gert fólk viðskotailt. Ég fekk einu sinni í bakið og ég var eins og hundur við börnin mín. Mér var svo illt í bakinu og svo var ég bara ógeðslega minnkaði þolinmæði mín ég var hætti þessu eitthvað svona og ég þekkti sjálfa mig ekki. Þannig að ég get bara rétt ímyndað mér. Svo er það hitt, finnum verkefni til að leysa saman. Það er ekkert skemmt og það er ótrúlega gott að vera svona hlið við hlið með mannesku, frekar heldur en andspænis henni. Svona hlið við hlið og kannski fara í bíltúr eða vera eitthvað að baksa í garðinum
tína til sko, það er náttúrulega alveg eilíða vandamál á Íslandi, það er svona reiðhjólageymslur með fullt af reiðhjólum sem enginn veit hvað á, og það er mjög skemmtilegt að gera þetta með einhverjum, veistu hver á þetta, róta eitthvað til að að gefa fólki svona sameiginlegan tilgang, að finna sameiginlegan tilgang er alveg gríðarlega gott. Og svo bara hafa opinn hug, við erum alls konar, Íslandi er að verða meira og meira fjölmenningarsamfélag, við erum og fólk kemur úr alls konar áttum og líka sko, fólk kemur úr fornari áttum heldur við í dag og og sko fullt af Íslendingum eru ofboðslega íhaldssamir eða rosalega frjálslyndir og það geta komið upp alls konar svona átök. Þannig að þetta er bara spurningum að vera opinn og þolinmóð. Svo er það bara það sem við erum að leggja áherslu á sem sko félagslega, sko, hvað getur samfélagið gert, hvað getum við sem þorp gert til þess að bæta úr þessu til þess að vinna gegn þessu og ég held að inngildandi félagsstarf sé einn sterkasti leikurinn. Það er félagsstarf þar sem allir megi og geta verið með, áherslan er á þáttöku frekar en getu og kunnáttu til dæmis íþróttir eða kórastarf eða eitthvað, það snúist ekki að þú þarft að vera svona góður til að vera með, heldur bara þú þarft að vilja vera með og hafa gaman og svo er hvatning til þáttöku að virkja þátttakendur til þess að finna aðra þáttakendur, þessi virka leit og að hafa vökult auga fyrir fjölbreytileika þáttakenda í félagsstarfi. Við erum rétt að læra það Íslendingar sko að opna fyrir fötlun, opna fyrir fólki með geðfatlanir og alls konar svona aðra hluti sem gera okkur ólík og að félagsstarf sé aðgengilegt fyrir fólk úr alls konar bakgrunnum og svona. En líka þetta bara almenningur taki virkan þátt í að efla félagsstarfið. Það er ekki bara hægt að leggja þetta á þjálfarann, skiljiði, eða á félagsráðgjafann eða manneskjuna sem er yfir samfélagsmiðstöðinni. Heldur þarf sko, sú manneskja er í fullu starfi við að gera alls konar. En að virkja fólki sem kemur í félagsmiðstöðin, það er með miklu fleiri augu og eyru. Heldur en þessi eina manneskja sem starfar í félagsmiðstöðinni eða samfélagsmiðstöðinni eða í íþróttamiðstöðinni. Að virkja fólkið sem er að koma til að fara út og finna. Og er eitt dæmi inngildandi félagsstarf. Strax og ég kom norður var í Shanghai til að stofna kór og hann er kallaður Gleðikór Norðurlands og það eru engar hæfniskröfur, það eru engin inntökupróf, það er bannað að segjast vera laglaus, það er engin laglaus, það má ekki líta hornauga, þú veist ef einhver að syngja pínu falskt, það má ekki gera svona. Og má ekki dæma, bara syngja, bara hafa gaman. Og ég held að það eru 50-60 mann sem að svona koma og eru með þegar að þessi kór er virkur. Því miður er ég bara svolítið mikið erlendist, þannig að þegar ég næ að vera með þá er þetta gaman. En eiginlega allir hafa lýst einhvers konar reynslu, já mér var nú bara sagt að ég ætti ekki bara hreyfa varirnar, ég ætti nú ekki að syngja og ég ætti nú bara, ég ætti nú kannski ekki að vera í kór og eitthvað svona. Næstum því allir. Þau syngja svo englar, þau eru búin að gera tónlistina fyrir leikverk á vegum Leikfélags Hörgdala og bara alveg ótrúlega flottur hópur. Og ein skemmtileg dæmisaga á þessum hópi, eða tvær, einn kórmeðlimur dó í sumar úr krabbameini eins og gerist og það mættu 5 meðlimir í jarðarförina sem þau aldrei þekkt hann áður. Þetta þótti fjölskyldunni alveg afskaplega væntum og svo var annað dæmi, eftir 3 eða 4 æfingar þá heyrist í einu horni í kórnum, það er eitthvað að brasa á rafmagninu mínu, það er svona eitthvað suð og svona brestir og ég veit ekki alveg hvað ég ger í þessu. Það er svo langur biðlisti þegar rafeyri, eitthvað svona og það er langt í að fá þjónustu. Heyrðu, maðurinn minn er rafvirki, gef mér númerið þitt. Það hefði aldrei hist áður, sko, ekki nema bara í kórnum. Heyrðu, viku seinna var bara búið að laga þetta og þetta var sko brunnahætta þessu vesinni og allt. Þannig að þarna bjargaði þetta bara, það að vera með í svona kórstarfi, bjargaði þarna bara, já, kannski heimili. Önnur dæmi inngildandi félagsstarf, það er íþróttir án áherslu á keppni, það er alveg gríðarlega mikilvægt, því að við erum, sko, það er ekki tækt að hafa þá áherslu í íþróttum að annarkvort ættar þú að vera Íslandsmeistari og jafnvel fara í Evrópu, bara vera Evrópumeistari, eða þú bara getur sleppt þessu. Mér fannst til dæmis óbúslega gaman að spila körfubolta þegar ég var strákur, en það var bara ekkert, það var engin vettvangur fyrir því. En
Og svo vorum við að heyra það frá blakþjálfara sem að segir við stelpurnar á Akureyri, þetta fyrir einhverjum tíma, ef þið eru bara komnar hérna, þetta eru svona 12 til 15 ára stelpur, ef þið eru bara komnar hérna til að hitta vin ykkar, þá getið þið bara verið heima hjá ykkur. Sem akkurat ekki það sem að þetta á að vera. Íþróttir eru félagsstarf, fyrst og fremst, til þess að efla okkur. Það eru gönguhópar á mismundi hraða, fólk bara svona að fólk eigi svona stund saman, ljósmyndaklúbbar, bókaklúbbar, sögugöngur og sögugöngur er ótrúlega skemmtilega. Finna einhvern svona fróðan til þess að segja fólki frá einhverju merkilegu. Og stundum þessi fróði getur jafnvel verið einhver félagslega einhverjaður, bara gott að segja okkur sögur. Ungur nemur gamall temur, það er alltaf gaman að eldra fólk kenni yngra fólki eitthvað skemmtilegt, eitthvað sniðugt, smíði, viðhald á húsum. Það er alveg ótrúlegt hvað eldra fólk getur kennt manni mikið. Ég var á túr í Bretlandi daginn og ég fór í félagsmiðstöð þar sem reglulega eru nokkrar eldri konur sem kenna yngri konum alls konar sauma og svona alls konar reddingar á kjólum og eitthvað svona. Mér finnst það ógeðslega töff. Svo er það gamall nemur ungu temur. Við Lína kynntust einmitt í gegnum sameiginlegan áhuga okkar á farsælli öldrun. Sumir kynnast á Tinder eða á balli, en við kynntumst í gegnum sameiginlegan áhuga okkar á farsælli öldrun. Það er eitthvað. Og eitt af verkefnum sem við settum að stað var að láta 12 ára krakka kenna eldri borgurum á tölvur og svona hjálpaði með tölvulæsi. Og það var alveg magnað að sjá bæði viðurkenninguna sem 12 ára krakkar finna frá eldra fólki. Þú ert alveg frábær kennari og takk fyrir það, alveg svona. Og svo líka það hvað 12 ára krakkar geta verið brjálæðslega þolinmóð við gamalt fólk sem er ekki amma þeirra. Af því að þolinmæði barna gagnvart eldra fólki í svona einhverju er í öfugu hlutfalli við skyldleika. Þannig að það var allt bara mjög jákvætt. Matreiðslu námskeið, það er alveg ótrúlegt hvað marga langar bara að kunna sjóða egg. og hafa bara aldrei einhvern veginn fatt. Við erum svo mörg, svo miklu lífsbjánar og það má alveg viðurkenna það. Og að hafa svona pínu húmor fyrir sjálfum sér, það er mjög mikilvægt. Heyrðu, en þetta er nú svona bara hlaupið á hundavaði yfir okkar verkefni og þessa vitundavakningu og við endum bara á engu sem er gáfulegt. Þannig að þetta er það er bara pláss og þetta er komið frá sín okkar, honum Refloga. Hann er 4 ára núna en hann var svona 3 þegar hann fann þessa setningu þegar við erum að setja hann í háttinn. Það er pláss og þá megum við vera hjá honum í rúminu. Og okkur finnst það svo næs að það er pláss fyrir okkur öll í þessu samfélagi. Takk kærlega fyrir okkur. Þetta var alveg frábært. Þið standið, ef við ekki aðeins að smella fingrum hérna saman, vísa lóum út og draga herðablöðin í sundur og fá eins og beinarma hér upp og tegjum okkur til annarra hliðar og svo í hina hliðina og pínu lítið hérna aftur á bak, þrýstir meðum fram. Allir læstir. Glæsilegt. Vaskglasið er hérna. Heyriði, það er einmitt komið að örstuttri pásu og við ætlum að hittast hérna aftur 10 mínútur yfir og þið sem eru heima, þið bara fylgist með klukkunni, við erum akkurat á tíma, við erum ekki smá spot on. Þið sem eru hér í sal, endilega farið og fáið ykkur samlokur og ávexti og kaffi og vatn og þess háttar. Og það verður vinnustofa eftir pásu þannig að við sjáumst bara hress og kát aftur eftir 10 mínútur. Yes. Jæja, við ætlum að fara að hefja þetta aftur, þannig að endilega fáið ykkur sæti. Við ætlum að fara næst í vinnustofur. Fyrir ykkur sem er heim í streymi að þá getið fundið linkin inn á
Teams vinnustofu inn á bjartlíf.is. Einnig eru Slido QR-kóðin að finna þar. Fyrirkomulagið á vinnustofu er sama hérna í sal og þeir sem eru í streymi. En fyrir þá sem eru í streymi að þá getið, eins og ég sagði áðan, fundið hann inn á Bjartlíf eða fundið Teams-linkinn undir málþinginu í info af því að þeir eru að fylgjast með í gegnum YouTube. Og svo fenguðu líka linkana í tölvupósti. Þannig að endilega farið inn á Teams-linkinn til þess að vera með í vinnustofu og ykkur er skipti í herbergi þar og þið vinnið að sömu spurningum og eru unnar hér í sal. Þetta eru 2 spurningar og svo notum við niðurstöður og vinnum úr þeim. Frekari fyrirmæli verða síðan í gegnum chatið eða spjallið í Teams. Þeir sem eru hérna í sal, hvert borð vinnur sem einn vinnuhópur. Nú ef það er einhvers staðar fámennt að þá bara má fjölga á einhvað borðið. Við erum að miða við svona, þetta eru 6-8 manns kannski, eða 5 til 8. Og þið sem sagt fáið 2 spurningar, þeim verður dreift bæði á borðin ykkar og svo verður við varpað hérna á skjáinn. Þið megið sem sagt bara ræða þessar spurningar saman, bíða aðeins með að senda inn svarið. Þið tilnefnið einn ritara á borði sem að sendir inn svarið fyrir hópinn í gegnum Slido. En þarna er sem sagt, við viljum að áður við virkjum sem sagt það að þá ætlum við að fara í gegnum hvernig Slidoið, ef þið ætla að skrá okkur inn aftur, þá ætlum við að byrja á laufréttri bara spurningu þar sem allir geta svarið og við ætlum að fá hérna QR-kóðan upp. Það er hvað er skemmtilegast við hreyfingu eða við að þjálfa fólk 60+, hvort sem að þið eru þá þjálfarar eða komið að heilsueflingu, bara hvað er skemmtilegast varðandi hreyfingu eða heilsueflingu. Hvað er hreyfingin að gera okkur gott og fyrir sem sagt markhópinn líka. Það er alls konar hrannast þarna inn, félagslegi þátturinn, gleði, þakklæti er þarna risastórt. Það eru margir að segja að þakklæti sé svona það skemmtilegasta við hreyfinguna. Það er væntanlega að fólki 60+ er mjög þakklátt fyrir að stunda hreyfingu. Lífsglöð og skemmtileg, árangurinn, sjá gleðina og öryggi koma fram, bætt lífsgleði, mikill árangur. Nú hrannast alveg inn. Aukið öryggi, árangur. Já, þetta er allt mjög svona svipuð svör en frábært að fá þennan gagnabanka. Félagslegi þátturinn, akkurat. Þannig að vonandi er einhvað af þessum erindum sem við erum búin að fara yfir hérna í dag að tikka í boxin þarna. Nú aftur í sem sagt vinnustofunar. Þeir eru búin að hópa ykkur saman hérna, frábært. Eins og ég sagði áðan, það er einn ritari í hópnum sem að mun senda inn svar hópsins í gegnum Slido og hérna fyrsta spurningin, hvernig förum við að því að virkja fólk til hreyfingar? Þið ræðið saman og ritið niður og svo sendið inn eitt svar, þannig að þetta má vera langt svar og við höfum núna 20 mínútur í 2 spurningar, þannig að við ætlum að skipta 10 mínútum í þessa spurningu og 10 mínútum í næstu. Og bara endilega ræðið saman og sendið svo inn svar. Já. Já, maður sjá. Ég ætlaði bara að gákast yfir hann fyrst, en þá er ég enda. Okay. Já. Ég ætlaði bara að vekja athygli á því að þeir sem eru í streymi að skrá sig inn á Teams og ykkur verður svo hleypt í vinnustofur. Eftir vinnustofu þá verður samantekt á vinnustofunum. Já, og hnappurinn inn á Teams er inn á bjartlíf.is eða undir
YouTube rásinni. Já, setjum smá pásu á streymi og komum aftur inn 14:35. Inn. Takk fyrir. Jæja, þá klukkan orðin 14:40. Við erum búin að loka fyrir Teams. Það var bara fullt af fólki sem kom þangað inn og vann í 2 vinnustofum og skiluðu inn svörum inn á Slido, líkt og þið gerðuð hér. Og ég gerum ráð fyrir að þið séu búin að skila inn, ekki satt? Glæsilegt. Heyrðu, þá bara höldum við okkar striki hér áfram, vonandi að þetta hafi allt gengið vel og þið hafi haft gaman af. Það komið inn rosalega flott og greinagóð svör sem að gera okkur kleift að vinna úr þegar þetta málþing búið. En það sem við ætlum að gera núna, við ætlum að láta míkrafón ganga á milli borðana. 1, 2, 3, 4, þetta eru 5 hópar sem voru að vinna hér og því hvert borð fær svona cirka 1 til 2 mínútur til að lesa upp niðurstöðurnar. Eru þið ekki til í það? Þannig að Arna bara gengur hérna á milli og byrjar til dæmis bara hér á þessu borði. Hvað, ég mista? Erum við með fyrstu spurninguna? Já. Elska að tala. Skal sko standa upp og tala. Hvað átti ég að segja? Bara stutt? Nei, það gengur náttúrulega ekki neitt. Herðu, erum við að fara í þessa spurningu? Fyrsta spurningin var hvernig förum við að því að virkja fólk til hreyfingar? Já, herðu, ég er náttúrulega minnislaus. Við vorum að tala um að hafa kynningafundi og hvað vorum við að tala um meira? Hvað er? Já, og við erum að vinna með gleði og það væri rosa gott ef punkturinn minn væri bara þarna þá okkar, þá myndum við vita þetta. Hérna? Já, vilt þú segja það? Ég man það ekki. Sko, það er alveg klárlega að besta náttúrulega kannski dæmið er að þeir sem eru hjá okkur í þessari heilsueflingu tali það við nágrannan sinn eða þann sem býr við hliðina og dræja með sér til. Það er alltaf besta auglýsingi þegar að tala vel hlutina sem maður er að gera. En síðan vorum við að ræða það því að mörg sveitafélög eru í gott að eldast eða allavega nokkur og það er mikil verið að huga að samþættingu og þarna ég sé allavega, ég er úr Mosfellsbæ og ég sé það að það skiptir okkur rosalegu máli þegar heilsugæslan, þegar við erum að tala við einhvern, að þeir viti hvaða úrræði er í boði og hvað er hægt að benda fólki á að koma. Þannig að ég held að gott að eldast verkefni hjálpi líka til með það. Svo bara hafa gaman og það heyrist bara, það er svo gaman, en ég mæli með því ef það er ekki hjá einhverju sveitafélögum að vera með svona kynningafund að hausti eða í lok sumars, bara alveg eins og krakkar sem eru að fara í háskóla, fara á kynningu og athuga hvort þau vilja læra jarðfræði eða líffræði eða eitthvað svoleiðis og segja frá hvað er verið að gera því að það er svo margt hjá ykkur sem er gott og það er ekki eitt hentar ekki öllum. En erum við ekki að gleyma einhverju? Nei, þetta er flott, þetta var bara
Þetta var mjög flott. Já, nú fyrir við bara yfir á næsta borð. Já, nei, ekki 5 á alla, en kannski 6, kannski 2 borð og 3. Já, við vorum svo sem líka bara að ræða mikið það varandi kynningafundi. Þetta væri alveg óbúslega mikilvægt og sama hún nefndi áðan, vinur tekur með sér vinn, þú veist, að dreifa þessu svolítið út í annarkvort þá að tengja saman kynslóðir, að þú ert að láta vita, yngri kynslóðir vita af afþreyingunni þannig að þau geti talað við sína eldri kynslóðir og þannig tengja það saman eða þá að tengja kynslóðin dreifi úr sinni þekkingu á milli sín. Mikilvægt að hafa kostnað í lágmarki og þetta sé aðgengilegt fyrir alla óháð búsetu og hreyfifærni og hugsa mikið þá bæði húsnæðisaðgengi og slíkt. Og já, sérstaklega koma til móts við þá sem eru óöryggir og að það sé engin krafa fyrst af stað. Það er sem mann geti komið á sínum forsendum. Þannig að það var svona helsta sem að við ræddum við fyrri. Æði. Tökum 1 borðið viðbót að spurningu 5 og svo hinn borðin taka spurningu 6. Já, komið þið sæl og takk fyrir gott málþing, skemmtilega stund. Það alveg örla á mörgum hugmyndum hjá okkur. Við vorum að tala mikilvægi þess að hafa góða kynningafundi. Heyrist ekkert í mér, eða? Jú. Ég þarf nú ekkert mikrofón og kannski vera svolítið sýnileg út af bæði á miðlum og tala og segja frá. Og svo erum við flest við borðið í svona litlu samfélögum, þannig að það er mjög auðvelt og við höfum notað. Þegar við fórum á stað með okkar verkefni, þá fór ég hreinlega bara bankað upp á hjá fólki og borið kaffi. Og við vorum að ræða núna, það búið að vera svolítið lengi svona, við náðum strax í góðum hóp. En svo hefur það svona aðeins, bæst við, þannig að við þurfum aðeins að fara að hræri í aftur held ég og kannski ég fari bara að taka annar hring og banka upp á. Ég hugsa að það skil alltaf svona mestu, en svo er líka gott að finna eitthvað svona drifkraft, eitthvað sem er lifandi og ég var að segja við Gunnhildi að það verður gott að Gunni pappina Svalnes verður komin svona endalega heima, fá svona aðla til að svolítið að smita út á sér og segja frá og staðsetja hann einhvers staðar í félagshúsið og segja eitthvað gaman aðeinslegt. Það virkar náttúrulega rosalega vel. Hlusta náttúrulega á fólki, sjálfsögðu, og hafa hreyfingu í hæði. Já, og vera bara svolítið hress og kátt og tala vel hlutina. Það virkar alltaf best, held ég. Ef við erum í þannig samfélagi að við getum nátt til allra svoleiðis. Eitthvað meira, Guðmundar, ég gleymi ykkur á Skaganum. Nei, ok. Þetta var bara glæsilegt. Heyrðu, þá ætlum við að taka næstu spurningu. Spurning 6. Hvernig náum við til minni hlutahópa í samfélaginu? Til dæmis fólk af erlendum uppruna, fatlaðir eða félagsleg einangrun sem dæmi. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Já, við erum í minnsta hópnum, en örugglega langbesta. Við ræddum þetta og ég er nú að reyna að finna svörin okkar. Ég var náttúrulega tilbúin með hitt, sko, svo ætlum við að segja frá. En þetta maður sér það að svona hóparnir eru mjög sammála þetta og veistu hvað er rétt og hvað er rangt og hvernig ámaður að gera þetta en þetta reynum við að bara koma með sem flestar hugmyndir. Erum við með uppi það sem við vorum að gera á þann? Já, þetta er spurning 6 sko, en ég veit ekki hvað þið sendið inn. Minni hluta áfanna. Eða þú veist, já, þetta er seinni spurningin. Seinni spurningin. Mitt. Ég tek bara frá einhverjum öðrum borðum og kynni það. Já, þú getur tekið það sem er hérna uppi. En þetta eru sömu svörin upplýsingar auðvitað á þessum tungumálum, byggja traust, veita upplýsingar, þetta er frá okkur, ég lofa þið. Kennsla, opna faðminn, hlusta og spyrja spurninga. Þetta eru kannski svona orð sem við vorum sérna sammála vegna þess að þetta er svo mikilvægt og sérstaklega þetta að opna faðminn og hlusta og spyrja spurninga. Nálgast þau með opinn faðm og hlusta. Ekki segja þeim hvar þau eiga að mæta og hvernig. Og þetta í rauninni var fyrir alla þessa hópa, þetta þrennt allavega. Takk fyrir. Og er það ekki síðasta borðið? Næst síðasta, já.
Hæ. Já, við vorum sérst að ræða hvernig við nálgast þessar hópa. Það eru auðvitað ólíkt eftir þessum 3 hópum, erlendum uppruna, fatlaðir eða félagslega einangraðir. Þegar kom af erlendum uppruna þá ræddum við svolítið önnur verkefni sem voru í gangi hjá, við erum frá Kópavogsbæ og svo er þetta borgin. Og það eru verkefni á báðum bæjar og sveitarfélagi, borginni og bænum sem eru í gangi þegar hann nálgast bara bæði yngra fólki eða erlendum uppruna og þá kannski líka taka spurninguna en amma og afi og reyna nálgast þau þar. Við fórum í smá átak í Virkni og Veljan í vor, þýddum alltaf okkar upplýsingarefni yfir á fleiri tungumál, ekki eingöngu ensku. Við sendum á Rauða krossin en þangað leita margir. Einnig sendum við á félagsráðgjafa eldra fólks í bæjarfélaginu, þannig hann væri líka meðvitaður og hefði upplýsingar sem hann gæti veitt ef einhvers myndi spyrja, að þetta væri þá bara strax orðið aðgengilegt. Fatlaðir, við vorum aðalega bara að ræða það að við höfum lítið séðan hóp í okkar þjónustum og sem gerir það verkum að við þurfum kannski að fara að hugsa hvernig nálgumst við þau. Og þá er það aðalega þá kannski aðgengi og að þjónustin okkar sé við hæfi og svo að lokum félagslega einangraðir þá aftur, það við vorum líka að ræða smá í spurninguna undan en sem sagt að nálgast þessar þjónustur sem nú þegar eru í bæjarfélaginu, til dæmis einstaklingar sem félagslega einangraðir eru oft eitthvað innan heimaþjónustu, þannig að heimaþjónusta í bæjarfélaginu sé mjög meðvituð þá þjónustu sem við erum að veita og þeir geta þar að leiðandi miðla þeim upplýsingum til þeirra aðila. Og svo með félagslega einangraða þá er það einmitt líka þetta maður við mann að eins og flestir sem stýra svona úrræðum þá höfum við séð okkar langbesta auglýsingaefni eru okkar eigin þáttakendur og að láta þáttakendur vita þeir séu ótrúlega mikilvægur hlekkur í okkar auglýsingum og sem gera það verkum að það er til dæmis einn okkar í þjónustu hjá okkur upp í Kópavogi þá er heilan stigagang og það byrjaði bara einhver bankaði og svo fara það alltaf samferða og þetta er bara ótrúlega mikilvægt og þú veist aldrei hvort einstaklingun sé einangraður þannig að já, að virka þáttakendur í að vera auglýsingaraðilarnir það er kannski svona að það helsta var eitthvað? Já, mjög gott glæsilegt, takk fyrir þetta eitthvað sem við veitum Sko, ég sá líka, við Margrét vorum inn á Teams með 2 hópa þar og það er náttúrulega komið mikið inn af góðum upplýsingum og til dæmis það að vera með námskeið í gegnum verkalýðsfélögin eða stéttarfélögin. Það er mjög góð hugmynd líka og við munum safna saman öllum þessum upplýsingum setja þau svo inn á heimasíðuna Bjartur lífstíl eða bjartlíf.is. Þar munu allar niðurstöður verða birtar frá þessu málþingi sem þið getur svo skoða síðar meir og einnig munum við setja þar inn glærurnar frá fyrirlesurunum þannig að þið getur skoða þær aftur. Nú aðeins að kannski að bæta við hér að í þessari umræðu að þá eru náttúrulega alltaf að koma inn fleiri og fleiri sveitarfélög inn á Ísland.is og þar náttúrulega verður rosalegur akkur fyrir okkur, bæði þau sem erum að sinna hreyfiúrræðum og fyrir heilbrigðisstéttina og bara fólk sem að sinna heilsueflingu fyrir 60+, að geta farið þar inn og fundið hreyfiúrræði og virkni sem henta til að beina fólki á. Og eins og hefur komið fram náttúrulega hérna í samtölum og í fyrirlestrum að fólk geti fundið hreyfingu við sitt hæfi í sínu nær umhverfi, hvar sem það er statt á landinu. Þannig að það verður mjög gott þegar öll sveitarfélögin eru komin þar inn, þannig að við getum leitað að þessum hreyfiúrræðum á einum stað. Nú í rauninni allar hagnýtar upplýsingar fara svo inn á vefinn okkar inn á Bjart Líf og í rauninni bara komið að næsta þá lið. Já, við ætlum að ljúka við síðustu slætárspurningu. Það er hvers konar erindi eða umræður myndið þú vilja sjá á næsta málþingi? Endilega hendið inn þar, þetta er ekkert endilega borðarskipt, bara hver sem má skanna kóðan og svara þessari spurningu.
Þetta eitthvað sem við munum nýta síðan fyrir næsta ár. Við erum að reyna að gera þetta að svona árlegum viðburði. Við vorum með málþingi fyrra og svo þetta og svo munum við þá hafa einhverjar nýjar áherslur á næsta ári. Þannig að þetta mun alveg gagnast okkur ef þið svarið þessari spurningu. Það leyfa henni að lifa nú aðeins, en á meðan þið svarið þessari spurningu þá ætla ég að kynna til leiks síðasta erindið okkar í dag og það nú aðeins að léttari nótunum. Við ætlum að bjóða Svafa Knút aftur velkominn upp á svið og hann ætlar að slá á létta strengi fyrir okkur og svo ætla ég bara að minna á að eftir hans erindi að þá tökum við smá svona, ég og Ásgeir ætlum að taka smá svona stutta samantekt og síðan verða kaffiveitingar hérna eftir og vettvangur fyrir ykkur til að spjalla saman. Þannig að Svavar, velkomin á svið. Það svo hollt og gott að syngja saman. Það eiginlega best sem við gerum. Og ég hef svolítið gaman að því og svona unun að því að syngja á dagdeildum og svona dagþjálfum fyrir Alzheimer fólk og í Alzheimer kaffi og svona. Og eitt sem ég tekið eftir í að það þegar maður syngur svona sum lög og svona kunnugleg lög, þá lifnar svo yfir fólki. Svona, jafnvel að fólk sem kannski orðið sem að frekar, svona færni skert, farið að svona dofna aðeins yfir í það. Það dregst svona upp að því að músík, að syngja það lyftir hugan, þetta örvar svo mikið og mér hefur verið sagt það af heilbrigðisstarfsfólki að þegar að fólk hefur sungið saman þá stundum vellíðanin helst í 3 daga, hún 3 daga að sjatna og það bara því að músíkin dregur fram einhverjum fallega minningar, einhverjum fallega tilfinningu og ef maður tekur lög sem eru svona í þeim svona garði hjá fólki þá vekur þetta þessa tilfinningar. Þannig að fyrir ákveðnu kynslóðum þetta draumalandið og í dagskinn sól og eitthvað svona og svo bara söfin sem bara traustur, vinur, getur gert og bráðum verður þetta bara ertu þá farin? Það verður bara sungið fyrir Alzheimer's fólk eftir svona 20-30 ár. Pælið í því. Mér finnst það alveg stórmerkilegt. Led Zeppelin bara farið að hljóma á elliheimilum og mér finnst það líka alveg merkjað. En þetta samt eitthvað, það eitthvað sígilt við þessi 3 lög. Það Hafið bláa hafið og einu svona ágústkvöldi og svo litla flugan og við tökum bara svona saman og bara ekki vera feimin, þið syngið öll bara mjög vel, engar áhyggjur að þessu. Og við byrjum bara einu svona, Hafið bláa hafið. Og Hafið bláa hafið, hugan dregur, hvað bak við ystu sjónarrönd. Þangað liggur beinn og breiður vegur, víða mín þar æsku draumalönd. Beggja skauta byr, bauðst mér aldrei fyrr, bruna þú nú bátur minn. Svífðu seglum þöndum, svífðum burt frá ströndum, fyrir stafn haf og himinin. Svo getum við farið einu sinni ágústkvöldi. Einu sinn á ágústkvöldi, austur í Þingvallasveit, gerðist í dulitlu dragi, dulítið sem enginn veit, nema við og nokkrir prestir og kjarri græna bólabás og ármannsfelli fagurblátt og fanniskjaldbreiðar, hurðið fyrir sunnan eyktar ás, þó að ævi árin hverfi, út á tímans gráa rökkur vel, saman munum geyma þetta ljúfa leyndarmál, landið okkar góða, þú og ég. Svo gerum við sumir eru fæddir með silfurskeið í munninum, en ég held að næstum því allir Íslendingar séu fæddir með litlu fluguna á vörunum. Við má prófa að syngja. Lækur tifa léttum á það steina, lítil fjóla grær við skriðu fót, bláskil liggur brotin milli leina,
bænum hvílir íturvaxin snó. Og ef ég væri orðin lítil fluga, ég innan gluggann þreytti flugið mig. Og þó ég til annars mætti duga, ég eflaust gæti kýtla nefið þitt. Og la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Og ef ég væri orðin lítil fluga, ég innum gluggann þreytti flugið mig. Og þó ég ei til annars mætti duga, ég eflaust gæti kýtla nefið þitt. Ég eflaust gæti kýtla nefið þitt. Mér finnst alveg ógeðslega mikilvægt að finna einhvern svona menningargrunn, að eltast ekki við eitthvað sem að er heitt á einhverjum tímapunkti, heldur en að finna einhver lög sem að við getum öll átt sameiginleg. Mér finnst inklusivitet svo mikilvæg og mér finnst það svo erfitt að syngja eitthvað lag sem að bara tilheyrir einni kynslóð en ekki annarri. Og þess vegna er ég alltaf að reyna að finna eitthvað svona sátt á milli kynslóða. Er einhver lög sem alla kynslóða geta sæst við að séu bara fín, og ég held að Litla flugan sé eitt af þeim. Þetta er bara svona, geta allir sungið þetta lag. Og jólalög líka, alltaf skemmtilega. Ég ætla ekki að taka jólalag, engar áhyggjur, en ég ætla að syngja fyrir ykkur eitt lag og það er rosalega auðvelt að syngja með. Það er bara la 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 og það er svo ofboðslega hollt að syngja la la la. Það örvar 12 heilastöðvar á sama tíma að syngja la la la, vissuð þið það? Og bæði heilahvelin spila borðtennis á ljóshraða, það er alveg magnað. Þvílíkt sjónarspil, sko. Þetta er texti sem þið kannist kannski við, en alveg nýtt lag við hann, sko. En þetta er eitt af flóknasta sem manneskjan gerir, það er að syngja. Samt getum við öll sungið. Það er bara eitt sem er flóknara heldur en að syngja. Það er að tala og spila gítar á sama tíma. Það er alveg rosalegt stönd. Ég myndi segja ekki gera þetta heima hjá okkur, en ég myndi segja gera þetta heima hjá okkur. Það er rosalega erfitt að gera það í fyrsta skipti á sviði. Krummi svaf í klettagjá, kaldri vetranóttu á, verður margt að meini. Fyrr en dagur fagur rann, freðið niður dregur hann undan stórum steini. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Á sér krummi yfðist él, einnig brýndi gogginn vel, flaug úr fjallagjótu. Lítur yfir byggð og bú, á bænum fyrr en vakna hjú, veifar vængjum skjótum. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Sálaður á síðu lá, sauður feitur garði hjá, fyrrum frár á velli. Krunk, krunk, nafnar komið hér, krunk, krunk, því og spúinn er, krás á köldu svelli. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Getur þú sungið svona? La 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 la, la 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 la, la 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 la.
eitt smá svona leynidæmi, ég er búinn að syngja sko, en eitt svona leynidæmi með það að syngja, eitt af því sem gerir það svona ótrúlega sérstakt, bara alveg svona basic hlutur, að þú ert að anda inn og svo ert að anda út alveg svona þú veist, og hvað maður í rauninni að gera? Maður er náttúrulega að anda maður að stýra önduninni og maður að vera mjög meðvitaður öndunum sinna þegar maður er að syngja. Maður er bara ekkert pæl í því af því að maður er meðvitaður að syngja, en leið er maður að anda alveg ofboðslega svona agað og fallega, og svona ofan á það þá eru allar þessar nótur sem þegar maður er að syngja svona nótur og tóna og svona, þá ertu að nudda alls konar svona punkta inn í maganum og uppi, og þú getur hreinlega sko snýtt þér með því að syngja vegna þess að þú ert að nudda öll þessi rými og líkaminn hefur svo ofboðslega gott að þessu tónar eru náttúrulega bara svona víbringar og þetta er bara eins og að vera með svona nuddtæki innan í sig þegar maður er að syngja, þannig að ég bara mæli eindregið með þessu, jafnvel þó að enginn sé að hlusta. Takk fyrir mig. Knútur, þetta var aldeilis innri jóga sem við fengum hérna í lokin. Nú, við erum bara að fara að loka hnykkinn á þetta málþing og við viljum þakka öllum þeim sem voru í streymi bara hjartanlega fyrir alla góðu samfylgdina hérna í dag og að taka þátt í vinnustofu. Og þið sem eru hér í salnum, við ætlum að gera ykkur kleift að staldra svið og slaka á og náum að spjalla þess erindin því að það voru örugglega einhverjar spurningar sem koma upp eftir hvert erindi og það eru komið sætindi á borðin, þið miður þið sem eru heima, þið missið af því, en það eru komnar kökur með kaffinu og njótið þess að vera svolítið saman hérna áður en við skokkum upp í bíl og rennum aftur heim. Og meldum aðeins það sem við erum bara búin að vera að fara í gegnum. Við viljum gjarnan ná öllum sem voru með erindi og fá að taka eina hópmynd á meðan þið sækið ykkur kaffi. Já. Bæta við? Nei, ekki neitt, ég held að það komið inn allt. Bara þakka ekki kærlega fyrir bæði heima og hér og við viljum þakka fyrir okkur. Við erum afskaplega ánægðir með mætinguna og bara ykkar framtak hér í dag. Þannig að, já, eitthvað meir, bara takk fyrir okkur og við erum náttúrulega ekki að gera þetta bara tvær, við erum í samráðshóp með þessum tveimur á fremstaborði sem enginn vildi sitja hjá og henni Birnu í félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu, þannig að við vinnum bara ótöðar áfram að okkar verkefnum og já, bara takk í dag. Takk.